Ok, gott hljóð. Og já, flott. Frábært, þá heyrist sæmilega í mér. Góðan daginn og hjartanlega velkomin til okkar í dag í Tjarnasalinn á grænar fjárfestingar og græna planið. Og það ótrúlega gaman að fá að sjá fólk í salnum. Við erum búin að hérna á undanförnum mánuðum halda ýmsa fundi hérna en við erum meira bara að tala við kameruna. Þannig að við erum ótrúlega þakklátt fyrir að fá fólk í salinn og höfum svona væntingar það að þetta verið skemmtilegt og góð morgunstund hjá okkur. Þið sjáu dagskrána hér, við munum skella okkur í að fara yfir græna planið, fá örerindi og stutt erindi einnig. Við munum fá hana Kristínu Sofíu sem framkvæmdastjóri Startup og hún mun aðeins gefa okkur innskot í nýsköpun í grænni framtíð. Við munum aðeins skoða hringrásarkerfið upp í Álfsnesi þar sem Jón Viggo og Sorpu verður með stutt erindi. Við ætlum að taka síðan 5-10 mínútna kaffil hér, standa eins upp og hrista okkur og spjalla og einmitt njóta þess að fá að vera hérna saman. Við ætlum líka að nýta þann tíma í smá undirskrift og myndatöku þannig að allir verða klárir. Við ætlum síðan að fara í sjálfbæra þróun lífeyrissjóða þar sem hann Ólafur Sigurðsson fer yfir það. Við ætlum að skoða græna sprota í tæknisetrinu þar sem hún Guðbjörg Hrönn ætlar að fara með okkur í gegnum. Og við ætlum að fara í græna fjárfestingu og hann Jón Ágúst frá Klöppum ætlar að leiða okkur í gegnum það. Að lokum mun hún Líf Magnúðardóttir taka þetta saman. En hér erum við í dag, árið 2022 og við erum að fara að ræða grænar fjárfestingar. Við þekkjum það að green bonds og social bonds eru þessir nýju möguleikar á markaði. Ég ætla aðeins að fara tilbaka. Það var á árunum fljótlega eftir hrun, 2011, þegar allar rannsóknir og kannanir sýndu það að það var lítill áhugi á fjárfestingum, enda vorum við í þessum árum eftir hrun ekki að gera mikið. Það voru margar kannanir sem sýndu að fólk treysti ekki markaðnum, fyrirtæki voru óörugg og það var lítið að gerast. Þá var haldinn stór fjárfestingadagur, Nasdaq Kauphöll hélt það ásamt Deloitte. Ég var þar einmitt að ræða samfélagslega ábyrgð í fjárfestingum. Fólk var svolítið hvumsa, þekkti það ekki og hafði ekki mikla trú á því. Ástæðan fyrir ég að draga þetta fram, núna 10 árum seinna erum við hér að ræða grænar fjárfestingar það að við erum oft spurð að því sem erum að leiða græna plani, við erum oft að spurð að því þetta ekki bara einhver útópía í alvöru. Grænar fjárfestingar eru þær að fara að verða arðbærar og þá ágætt að vita til þess að við vorum ekkert að finna þetta upp núna hérna í post-covid tímanum. Þetta í rauninni búið að vera 10-15 ára undirbúningur og saga við erum samt á byrjunarreit. Eða kannski komin aðeins lengra, mögulega fáum við að sjá það hér í dag. Við skulum bara hefja fjörið, gjörðu svo vel, borgarstjóri, ég ætla að bjóða þér að byrja. Ég með hérna, frisbee eða eitthvað, mér finnst þetta sé úr gólfi eða mögulega einhverju frisbee. Ætlar að henda þessu í mig? Ég var að spá í hvernig ég gæti látið þið vita. Ég var ekki búin að æfa það upp á það að ég myndi grýta í þig, en ég mun veifa þessu. Heldur þú sjáir þetta ekki? Jú, takk. Gjörðu svo vel. Takk hérlega, Þórdís Lóa. Komandi frá þér þá þetta nánast hótun af því að Lóa gömul handboltakempa. En það gaman að vera hérna með ykkur á þessu morgni. Við vorum með svona hreinan fjárfestingafund fyrir 1 ári síðan þar sem við kynntum græna planið, þar að segja fjárfestingaáætlun Reykjavíkurborgar, A-hluta borgarsjóðs og B-hluta fyrirtækja borgarinnar. Þetta var ítarlegur og góður fundur sem ennþá til á netinu. Núna erum við að halda áfram á sömu leið, þar að segja við erum með mjög skýra áherslu á græna fjárfestingar hjá allri samstæðu Reykjavíkurborgar. En á þessum fundi viljum við opna sjónarhornið víðar. Við ætlum að stikla bara á mjög stóru varðandi fjárfestingar borgarinnar en aðal áherslan verður á það að tefla fram nýrri hugsun svæði, samstarfstækifæri og möguleika til þess að þróa grænt atvinnulíf, grænan vöxt innan borgarmarkana og raunar á höfuðborgarsvæðinu þar sem að fyrirtæki borgarinnar eru með aðstöðu til. Það sem að mér langar til þess að þið takið með ykkur
í fyrsta lagi auðvitað bara vitundin græna planið og hvað það hvaða fjárfestingar áherslur tengjast í. Síðan það þetta í raun markaðssetningar verkefni sem að við erum með og höfum verið að þróa í nokkur ár í samvinnu við IMSA, sýnin Reykjavík Green City, Blue Ports, þar að segja borgarsvæði sem áhugavert til að staðsetja sig á, bæði til búsetu en líka til fjárfestinga fyrir tímabundin verkefni eða framtíðar fyrirtæki sem að glíma við stærstu áskoranir samtímans. Svo, þannig að við erum með sérstaka áherslu hér á þróunarsvæði grænna verkefna og fyrirtækja í Reykjavík. Hvað græna planið? Það í tveimur orðum viðbrögð okkar við heimsfaraldri og þeirri gríðarlegu áskorun sem loftslagsmálin eru. Græna planið sem að heildarstefna fyrir borgina sem allir málaflokkar Reykjavíkurborgar eru hluta af og hugsa sig inn í. Þannig að við erum í raun að setja fram framtíðarsýn en með skýrum markmiðum til skemmri tíma. Þannig að við viljum stuðla að umbreytingu borgarstarfseminnar, umbreytingu borgarinnar en líka opna á grænan vöxt atvinnulífs sem að vinna að sömu markmiðum. Til grundvallar liggur býsna skýr framtíðarsýn sem við höfum kjarnað í 3 megin hluta. Hún ekki alveg svona auð, já. Við viljum að Reykjavík sé borgarsamfélag sem einkennist af heilnæmu umhverfi, jöfnum tækifærum, góðri þjónustu og öflugu atvinnulífi sem gengur ekki á náttúruauðlindir. Þetta breið skilgreining? Nei, við teljum að það sé mikill styrkur í því að hugsa græna planið út frá öllum 3 víddum sjálfbærni. Umhverfislegu víddina sjálfsögðu, en líka þeirri efnahagslegu og ekki að gleyma þeirri samfélagslegu. Og þegar kafað aðeins dýpra að þá eru þessar 3 víddir líka gríðarlega mikilvægar þegar kemur að samkeppnishæfni borgarinnar. Að því að við erum ekki, þó að þannig sé stundum talað í samkeppni innbyrðis á höfuðborgarsvæðinu eða jafnvel ekki á Íslandi, við erum í samkeppni í heiminum. Þannig að við erum með þessi 3 markmið, umhverfisvíddin kristallast í markmiðunum kolefnishlutlausa borg. Við erum með efnahagsvídd. Við ætlum að vaxa já, en það skiptir máli hvernig sá vöxtur Við viljum grænan vöxt. Og við viljum samfélag fyrir alla, við viljum tækifæri fyrir alla og við viljum í gegnum umbreytingu borgarinnar, gegnum grænan vöxt, horfa á samfélagið, horfa til jaðarhópa, tryggja að þær greinar sem að vaxa fram skili velferð, velmegun og lífsgæðum til framtíðar. Allt þetta inngreift og tengt auðvitað þeim markmiðum sem við setjum okkur eiginlega á heimsvísu. Við erum að tengja okkur við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. En svona það sem gríðarlega praktískt í þessu og við erum í raun að vinna í bara með samþykktum okkar í hverri viku og undirbúningi verkefni á hverjum degi innleiðingin, fjárfestingin og umbreytingin sem í henni felst. Ég dvel ekki mikið við það hér, en Reykjavíkurborg var fyrsti aðilinn á Íslandi til að gefa út skuldabréf í krónum á Nasdaq og það fól í sjálfu sér heilmikla nýsköpun sem við unnum með aðilum á fjármálamarkaði og auðvitað Kauphöllinni þar sem bréfin eru sett fram og við erum með óháðan ytri aðila, alþjóðlegan, sem að vottar verkefnin sem að við skilgreinum sem græn. Þannig að það ytri rýni á þessu. Þetta tryggir bæði aukið aðgengi að lánsfé og hagstæðari kjör. Það var fleiri komið í kjölfarið, bæði Orkuveitan farin að gefa út græn skuldabréf í íslenskum krónum, en líka einkafyrirtæki
eins og stóru fasteignafélögin sem byrjuð á þessu og önnur að undirbúa þetta og svo orkufyrirtækin líka með græn skuldabréf í erlendri mynt. En það sem við erum í raun að hugsa þegar við erum að skipuleggja núna ný hverfi að með því að hafa þau umhverfisvottu frá upphafi að þá auðveldara fyrir bæði okkur og einkaaðila að tengja þetta við útgáfu grænna skuldabréfa. En til þess að fólk átti sig á umfanginu að þá A-hlutin, þar sé bara borgarsjóður að fjárfesta fyrir 32 milljarða á ári. A- og B-hlutin, þar sé við og borgarfyrirtækin erum að fjárfesta fyrir 175 milljarða á næstu 3 árum. Og stóra breytingin að við erum að beina þessari fjárfestingu mjög í græna átt. Hvað á ég við? Hvað grænt? Hver græn umbreyting borgarinnar? Aðeins til að sjá tölurnar, hérna endurspeglast að þetta framhlaðið átak. Þetta til þess að styðja við umbreytingunni upphafi og fylginni síðan eftir á 10 ára tímabili. Við erum með markmiðum kolefnishlutlausa borg og við erum með stefnur til þess að svona grunda þetta, getum við sagt. Við erum með nýsamþykkt aðalskipulag sem skilgreinir alla uppbyggingarreitina til næstu 20 ára sem hluti af þessu stefnu. Við erum með nýsamþykkta aðgerðaáætlun í loftslagsmálum sem tengist þessu líka og við erum búin að vera að vinna núna með fyrirtækjunum okkar nánar en nokkru sinni áður bæði að tillögum varðandi hringrásarhagkerfið og allsherjar orkuskipti. En hryggjastykkið fyrir utan húsnæðisuppbygginguna sjálfa þegar við erum að þróa borgina umbreyting í samgöngumálum, að búa til og fjárfesta í valkostum sem styðja við breyttar ferðavenjur. Og þetta eru feikilega mörg verkefni, bara á þessu ári þetta fjárfesting upp á tæpa 4 milljarða og hluti af því framlag okkar inn í samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins, þannig að þessi tala gefur ekki heildarmynd því að mjög mikið af fjárfestingunum líka þar. Borgarlínan hryggjastykkið bæði í breyttum ferðavenjum en líka í umbreytingu borgarinnar. Meðfram henni verða gríðarleg tækifæri fyrir einkaaðila og uppbyggingaraðila að grænni uppbyggingu íbúðarhúsnæðis og annarra starfsemi. Við verðum með sérstakan fund samgöngumálin og græna samgöngur hér 4. mars og þá munum margir af þessum aðilum koma og sýna á spilin. Við sjáum tækifæri í borgarlínu, við ætlum að þróa okkar svæði svona. Eitt af verkefnunum sem verður algjörlega umbreytandi og einhver mist út úr sér hugbreytandi, eins og þetta sé eitthvað svona eiturlyf, það brúin sem mun færa Kópavog nær Reykjavík. Þetta brúin yfir Fossvog sem verður fyrir borgarlínu gangandi og hjólandi og mun umbreyta Kársnesinu í háskólahverfi. Búa til nýjan hlaupahring upp á 34 kílómetra í þessu yndislega umhverfi í Fossvoginum en stytta vegalengdina frá Hamraborg að HR úr 17 mínútum í 6. Við erum með hjólreiðaáætlun allt. Við erum á hverju ári bara í Reykjavík og með verkefnum innan borgarmarkana í gegnum samgöngusáttmálann í fyrra og í ár að fjárfesta fyrir 1,5 milljarð í nýjum hjólainnviðum af öllu tagi. Stóru umbreytingaverkefnin í borgarhlutunum líka í tengslum við það að setja Miklubraut í stokk og setja Sæbraut í stokk og í tengslum við þetta höfum við verið að vinna nýtt skipulag sem sýnir hvað tækifæri felast í því að gera þetta fyrir lífsgæðin og mannlífið í viðkomandi hverfum. Við tengjum og saminum hlíðarnar aftur, við saminum líka vogana og hleypum fólki sem býr í voganum, niður af voganum í fyrsta skipti í langan tíma í raunveruleikanum. Og þéttingaráformin, þið sjáu það hér á skáleitureitunum stóru þróunarreitina, nátengt við samgöngustrategíuna. Þetta heildarhugsun til langs tíma sem gerur okkur kleift að vaxa mjög mikið, vaxa mjög hratt, en alltaf á grænum forsendum og inn á við.
Þannig að við erum í okkar fjárfestingum að styðja við þessi umbreytingaverkefni alla borg. Bara til að nefna nokkur dæmi, við erum að fjárfesta í innviðum á Hlíðarenda, við erum að fjárfesta í Bryggjukverfi, en við erum líka að kynna ný heildstæð hverfi sem eru grænustu hverfi sem hafa verið byggð upp í Reykjavík. Ártúnshöfðin skipulagið þar brímvottað frá fyrstu skrefum, sem alþjóðleg umhverfisvottun sem leiðir til þess að við förum í gegnum það, kerfisbundið, hvernig hugsað fyrir öllu, líftíma bygginga, hvað verður úrganginn, hvað finnst fólki, hvað græn ásýnd, hvað gerir hverfið að áhugaverðu hverfið til þess að búa fyrir mig og fjölskylduna mína. En síðast ekki síst, þetta samgöngumiða skipulag á nýjan hátt, út frá því að hér við Krossmýratorg, sem nýja torgið upp á Ártúnshöfða, ganga út samgöngurnar mjög mikið út á þessar grænu nýju lausnir og meirum það á samgöngufundinum 4. mars. Það sama við Skerjafjörðinn, þar ný hugsun í samgöngumálum, ekki þessi stóru bílakjallarar, heldur bílahús sem leysa þá bílastæðamálin en geta hugsanlega umbreyst þegar við erum komin lengra í samgönguhugsuninni og orðið lóðir fyrir aðra uppbyggingu þegar ekki lengur þörf fyrir þau til framtíðar. Og eins og þið sjáið allt umhverfið grænt, eins og þetta ekki satt. Þetta hlemmur í dag, en þetta svo hlemmur á morgun. Þarna voru 2 teymi sem voru valin til þess, Mandaworks frá Svíþjóð og DLD Design, sem eru búin að leggja inn fullhannaðar tillögur að hlemmi sem að fara í útboð á þessu vori. Eitt af umbreytingarsvæðunum þar sem borgarlínan kemur líka auðvitað mjög sterkt inn, meiri gróður, meiri leikir, meira mannlíf. En þetta í raun umbreytingaverkefni sem eru borgarinnar þó að kalla á mjög mikla fjárfestingu einkaaðila samhliða, en þegar við erum að tala grænan vöxt í atvinnulífinu, að þá þurfum við líka að hugsa til lengri tíma og hugsa stórt og skýrt. Þar erum við auðvitað að hugsa fjármál borgarinnar og hvernig þetta gengur allt upp til skamms og langs tíma. Við erum að hugsa þétta byggð og blöndum borgarinnar, en við erum líka að hugsa hver eru atvinnutækifæri framtíðarinnar? Hvar eiga þau að vera? Við erum að hugsa meira í klösum heldur en áður, þar sem fyrirtæki sem geta lært hvert af öðru geta hópað sig saman, og við erum að hugsa hvar eru nægilega mikil og áhugaverð atvinnusvæði fyrir þessa þróun. Við erum nefnilega í okkar umhverfisáherslum kannski umfram aðra að vinna með atvinnulífinu á sterkan hátt. Þetta festu yfirlýsing, loftslagsyfirlýsing Reykjavíkurborgar og festu sem við gerðum í aðdraganda Parísar fundarins loftslagsmál. Þar sem við ætluðum að kalla til fyrirtæki sem vildu lýsa einhver yfir í loftslagsmálum og byggust við kannski svona 10-15 þessum hefðbundnu framsæknu góðu íslensku fyrirtækjum sem alltaf virðast vera að gera allt rétt. Við fengum yfir 100. Þar á meðal fjármálastofnanir og mest mengandi fyrirtæki landsins, og fólk spurði býtunum við, eiga þau einhverja aðild að loftslagsverkefninu? Eiga þau heima í höfða með þeim sem að gera best? Við hugsuðum já, ef við erum ekki að vinna með þeim sem menga mest, þá náum við ekki þeim árangri sem heimurinn þarf. Þannig að mörg og velflest þessara fyrirtækja í kjölfari hafa verið að setja sér loftslagsmarkmið, hafa verið að mæla þau og birta mælingarnar. Þegar við gerðum þetta, þá var þetta mæliborð alls ekki til, þannig að það hefur heilmikil þróun og nýsköpun þurft að eiga sér stað til þess að ná þessum árangri, og nú viljum við taka þetta skrefinu lengra, ekki bara með því að hver vinni fyrir sig, heldur viljum við tefla fram svæðum og samstarfsmöguleikum fyrir ekki bara íslensk fyrirtæki, heldur líka fyrir verkefni, fjárfestingar og fyrirtæki sem vilja finna kjör aðstæður til þess að þróa græna framtíð fyrir Reykjavík, Ísland og heiminn.
Og það gerum við með því að skilgreina græna þekkingakjarna af ólíku tagi alla borg. Þetta auðvitað Gróska sem flaggskip nýsköpunar á Íslandi í vísindagörðum og háskólasvæðinu, 17.000 fermetra bygging, þar sem kjölfestan var höfuðstöðvar CCP, en við erum með Icelandic Startup, við erum með Íslandsstofu og fjölmörg fyrirtæki og sprota sem að koma sér fyrir og geta koma sér fyrir þarna. En þetta í raun bara svona hluti fyrir heild. Öll Vatnsmýrin, við höfum hugsað hana með Háskóla Íslands, með vísindagörðum, með Háskólanum í Reykjavík, með Landspítalanum sem algjört lykilsvæði. Ég hef stundum kallað þetta gullna þríhyrningin milli háskólana tveggja og Landspítalans, þar sem við höfum ótrúlega þróunarmöguleika fyrir þekkingarhagkerfið sem verður auðvitað grænt að svo mörgu leyti á þessari öld. Og hér eru mjög mörg lykilverkefni, vaxtarmöguleikar fyrir reyndar hundruði þúsunda fermetra, en lykilatriðið fólkið, starfsemin og verkefnin sem þetta svæði á að geta dregið að sér. Og við erum búin að ná saman við þessa aðila og Íslandsstofu Reykjavík Science City sem var lanserað fyrst í upphafi þessa árs og kynnt á stærstu nýsköpunar- og sprotastefnu í heimi, kaupstefnu allavega í okkar heimshluta sem í Helsinki í upphafi hvers árs. Þannig að Reykjavík Science City bæði orðið konsept, það orðið markasetning og strategía og ég sé fyrir mér á næstu misserum þá búum við til svipaða sýn fyrir aðra hluta af því sem að við viljum einu nafni kalla grænan vöxt Reykjavíkur til framtíðar. Og hvað erum við að tala um þá? Þá erum við að tala um til dæmis þorp skapandi greina upp í Gufunesi. Þar sem við vorum að samþykkja fyrr á þessu ári tvöföldun á kvikmyndaþorpinu sem þegar komið af stað í þessari gömlu byggingu áburðarverksmiðjunnar hér, en við vorum að selja þessa hér, þannig að Reykjavík Studios mun geta tvöfaldað sig á örstuttum tíma til þess að geta tekið á móti fleiri og stærri verkefnum í innlendri og alþjóðlegri kvikmyndagerð. Við erum síðan í viðræðum við önnur stærstu fyrirtæki í íslenskri kvikmyndagerð að koma sér fyrir á svæðinu líka, þannig að þetta verði eins og í Vatnsmýri nægilega stór og öflugur klasi til þess að geta keppt við á bestu alþjóðlega. Fyrir okkur sem erum í borgarstjórn og fyrir mig sem borgarstjóra þá það sjálfstætt metnaðarmál að Reykjavík sé borg þar sem fólk sem að sér sína framtíð í skapandi greinum velji sér stað. Og ég tel það vera hluta af framtíðarsýn græna framtíð. Og þá þurfa að vera íbúðir nálægt þessum atvinnusvæðum, þannig að við erum líka að þróa Gufunes sem blandað íbúðarsvæði og sumar þeirra eru þegar að rísa og mig grunar á dagskrá minni í dag sé klukkan 4 að taka skóflustungu fyrir næsta svæði hérna bara við hliðina á, en það eru íbúðir fyrir ungt fólk og fyrstukaupendur. Upp á Hellisheiði erum við með eitt af starfsvæðum Orkuveitu Reykjavíkur og Orku náttúruna með Hellisheiðarvirkjun. Orkuveitan og fyrirtæki hennar hafa auðvitað lagt grunna því hvers vegna við erum á svokölluðum A-lista í alþjóðlegum samanburði yfir grænar borgir sem geta státað af árangri í loftslagsmálum. Við skulum ekki blekkja okkur á því að við höfum verið að vinna stærstu afreikin á síðustu 5 árum þó við höfum gert ýmislegt gott. Við lögðum grunninn með hitaveitu og öðrum veitum, með jarðvarmavirkjunum og nú erum við komið með sýn það að nýta jarðvarmavirkjanir fyrir hringrásarhagkerfi upp á Hellisheiði í því sem hefur verið kallað jarðhitagarður. Þar erum við með heimstækt verkefni á vegum Orkuveitunar sem heitir Carbfix, hefur verið þróað í samvinnu við Háskóla Íslands og aðra háskóla, Columbia og háskóla í Frakklandi, og það sem spennandi núna að þetta fjárfestingatækifæri en auðvitað tækifæri til að þróa lausnir
í loftslagsmálum á stærri skala og eitt stærsta slíkt verkefni sem á prjónunum kótaverkefnið sem hugsað í Straumsvíkurhöfn í Hafnarfirði. Gæti verið 30-35 milljarða verkefni eitt og sér sem við erum ekki að fara að fjármagna nema litlu leyti í gegnum samstæðu Reykjavíkurborgar, heldur viljum draga að fé erlendis frá. Það eins vegar fleiri verkefni hluti af jarðhitagarðinum. Það verið að gera tilraunir með örþörungarækt, fæðubótaefni, vetnisframleiðslu og það verið að skoða baðlón raunar á fleiri en einum stað í tengslum við jarðhita á höfuðborgarsvæðinu. Þetta verkefni þegar Climeworks og Carbfix voru að lansera þessu verkefni hér sem heitir Orka, svolítið eins og svona Hringadróttinssögu eða eitthvað, en Orka sem felst í því að fanga koltvísýring úr andrúmslofti og gera að steini með náttúrulegum ferlum lengst ofan í jörðinni. Og grunnurinn að tækni Carbfix, en Climeworks með þessa risaryksugur sem að þeir hafa verið að þróa betur og betur til þess að soga koltvísýring úr andrúmslofti. Við höfum ekki bara áhuga á því, heldur ekki síður tækni til þess að soga koltvísýring og aðra gróðurhúsalofttegundir svona beint frá bíli, beint úr stóriðju, beint úr verksmiðjum sem spúa miklu af þessum lofttegundum út til þess að steingera þetta á þeim stöðum. Og verkefnið í Straumsvík tengist því. Við erum eins og líka klár með grænar atvinnulóðir á Hólmsheiði. Það búið að samþykkja deiliskipulag fyrir fyrsta áfangan. Nokkrir hafa fengið vilyrði lóðir þar. Þannig að við erum búin að búa í haginn fyrir atvinnulíf framtíðar þar. Við erum líka með fjölda atvinnulóða upp á Esjumelum. Faxaflóahafnir síðan alveg heimur út af fyrir sig. Reykjavík þróaðist auðvitað út frá höfninni. Út á Granda hafa Faxaflóahafnir verið að vinna með sjávarklasanum í því að nýsköpunarverkefni og grænverkefni í tengslum við sjávarútveg og hafið hafa fengið inn í sjávarklasanum og fleiri einkaaðilar að þróa verkefni af því tagi. Við erum að setja fókus núna á það hvernig Grundartangahöfn og lóðir upp á Grundartanga geta nýst þeim loftslagstengdu verkefnum og grænu iðnaðarverkefnum sem þurfa að hafa aðgang að höfn og sjó. Þannig að Faxaflóahafnir á fullu í því og þau eru líka að vinna með fleirum innan þróunarfélags Grundartanga í slíkum pælingum og svo inn á Akranesi í görðum þar. Það líka alþjóðlegt ráðgjafafyrirtæki að vinna með höfnunum í að skoða bestu hugsanlegu þróunaráætlun fyrir Sundahöfn til langs tíma. Þið sjá að landnotkunin allavega, en þetta auðvitað lykilatriði fyrir okkur sem græna borg að flutningahöfnin okkar sé vel staðsett og við höfum séð til dæmis heildsölu vera að flytja sig úr útjaðrinum og koma upp hátækni vöruhúsum hér sem gerir þeim kleift að bakka gámunum bara beint inn í þessi vöruhús, keyra vörurnar út á rafmagnsbílum til byrgjana sem í stuttri fjarlægð og þetta hefur minnkað kolefnisfótspor þessara starfsemi sem gríðarlega umfangsmikil og leynir mjög mikið á sér, umtalsvert. En við erum líka búin að vera að vinna að því með fyrirtækjunum okkar að fá tillögur hringrásarhagkerfið og næstu skrefi því. Jón Viggo frá Sorpu ætlar að fara yfir það, en við erum að hugsa þetta á mjög stórum skala fyrir alla í raun strauma sem voru einu sinni kallaðir úrgangsstraumar. Við viljum kannski frekar fara að kalla það auðlindastrauma. Allavega þurfum að breyta hugafæri okkar gagnvart því hvað fellur til á mörgum sviðum og hugsa bæði stórt og hratt í þessu. Og eitt af tækifærunum sem við höfum þar heildarhugsun Álfsnesi, þar sem við erum núna
með gas- og jarðgerastöðina sem ein og sér, talandi loftslagsmál, getur skilað samfélaginu 10% af markmiðum Íslands í loftslagsmálum til 2030. Bara með því að meðhöndla lífrænan úrgang betur. Og það tengist auðvitað bæði því að við höfum ekki gert það nógu vel, en líka það hvað metan skiptir miklu máli, tölum ekki alltaf það, metan skiptir gríðarlega miklu máli sem gróðurhúsalofttegund og í raun meiri segja það að brenna metan getur skipt mjög miklu máli fyrir loftslagsmálin, en ef við nýtum metan það auðvitað ennþá betra og þarna á að slá 2 flugur í einu höggi. En við höfum kannski stærra tækifæri en svo og Jón Viggó kemur út á það. Hér björgun að setja upp nýja höfn og síðan eru áform Sundabraut sem auðvitað tengja Álfsnesið á alveg nýjan hátt. Allavega erum við sannfærð það að hringrásargarður í Álfsnesi hugmynd eða konsept sem liggur kannski nær í tíma en marga grunar. Þannig að borgarráð búið að samþykkja efna til samráðs undir forystu Sorpu en með aðkomu annarra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, samtaka atvinnulífsins og fleiri í að kanna þessa hugmynd. Hverjir eru styrkleikar hennar, einhverjir veikleikar og hvernig gætum við náð utan þetta. En mér langaði til að enda á því sem að fólk tengi kannski stundum hvorki við umhverfismál eða samkeppnisefni, sem samfélagslega víddin á sjálfbærninni. Ég ætla að halda því fram að samfélagslegir innviðir skipti miklu meira máli varðandi samkeppnisefni okkar til að laða hingað græn verkefni, græna fjárfestingu og fyrirtæki og hvetja íslensk eða alþjóðleg fyrirtæki til að stækka hér. Við erum auðvitað að verja umtalsverðu fé í þessa samfélagslegu vídd á hverju ári hjá borginni. Við erum að umbreyta þjónustu okkar, gera hana betri, einfaldari og stafrænni og setja umtalsvert fé í það á næstu 3 árum, erum með sérstakt átak í því. Við erum að vinna með orkuveitunni, Faxaflóahöfnum og öðrum í hraðari orkuskiptum í raun á öllum sviðum, frá rafvæðingu hafna til hleðslustöðva við heimili og skoða rafeldsneyti og fleira. En við erum líka fjárfesti því að eiga spennandi og áhugaverða miðborg og eyðandi menningu. Þetta nefnilega samkeppnisefnismál. Það algjört lykilatriði fyrir Ísland að eiga frábæra borg sem gaman að koma til og gaman að búa í og með afþreyingu og menningu af öllu tagi. Við erum þess vegna að fjárfesta líka í húsi myndlistar í Hafnarhúsi og húsi orðsins í Grófarhúsi og þróa borgina sem áhugaverða borg til að upplifa. Það samkeppnisefnismál í okkar huga. En við erum líka með gríðarlegt átak í að fjölga leikskólaplássum. Við erum að vinna með skólakerfinu í að skilgreina þörf fyrir alþjóðlega skóla, eins og hérna upp í Landakoti. Og við erum með markmiðum það að sjálfsögðu að skólakerfið okkar veiti úrvalsmenntun á öllum sviðum í gegnum bæði nám, leik og frístundir. Við erum að uppfæra skólan okkar að svo mörguleyti í takt við nýja menntastefnu, í takt við það að sumar skólabyggingar orðnar gamlar og þarfnast viðhalds. Þannig að við erum svo dæmis tekið að setja 25-30 milljarða í uppfærslu og endurnýjun skólahúsna á næstu 5-7 árum. Þar sem við byggjum nýtt eins og upp í Úlfarsárdal erum við að koma inn með alveg ný konsept sem vottaðar byggingar, grænar, þar sem skóli, menningarmiðstöð, sundlaug og íþróttamannvirki mynda nýja heild. Við skora á okkur að fara að skoða þessi nýju mannvirki upp í Dalskóla. En auðvitað erum við líka að hlúa gömlu svæðunum okkar, grænu svæðunum, Laugardalnum, Elliðaárdalnum, Öskjuhlíðinni og svo framvegis, vegna þess að það líka hluta því að búa í góðri borg. Og sundlaugarnar okkar, ekki gleyma því að það alls konar innviðir sem okkur finnst sjálfsagðir, sem hluta því sem gerir það dásamlegt að búa í Reykjavík,
sem gerir það aðlaðandi að setja niður fyrirtæki og fjárfesta hérna og með þessu að þá líki þessari, ég veit, hröðu yfirferð yfir marga þætti sem að okkur finnst skipta grundvallamáli í að þróa græna borg. Græna planið hugsað til þess að styðja við þessa umbreytingu, hraðinni og laða tækifæri, hugmyndir og verkefningar sem við höfum jafnvel ekki hugmyndaflug til þess að ímynda okkur í dag en verða orðin að veruleika eftir 5 og 10 ár. Takk fyrir. Dagur, ekki fara. Ekki alveg svona það. Nú. Nei, ekki alveg Speedy Gonzales af sviðinu. Nú ætla ég aðeins að hætta að vera formaður borgarráðs og setja mig í svona spjallþáttagírinn. Segðu mér, borgarstjóri, nei. Atvinnulífið og fjárfestingar þurfa fyrirsjáanleika. Og eitt af því sem við erum spurð af núna með þetta mikla plan okkar og þetta bæði í A-hlutanum og í B-hlutanum út frá fyrirsjáanleika, mun þetta halda pólitískt? Við erum hérna með 10 ára sýn, við erum með fjármálasýn, mun þetta halda við nýjum veruleika ef allt kollverpist í pólitíkinni til dæmis? Er þetta þá bara í burtu og hvað með fjárfesta og hvað með atvinnulífi? Hversu mikið geta þau treyst á að þetta plan haldi? Þegar stórt spurt, auðvitað hefði verið svona billa svari verið að það þarf bara að kjósa rétt í vor og eitthvað svona. Já, mátt ekki svara svoleiðis. En ég hef mesta trú á vinnubröðu sem gangi út á það að vinna á breiddina og vinna helst með öllum. Styrkurinn í þessum áætlunum, til dæmis fjárfestingar í samgönguinnviðum og framtíðarsýnina þar, að þetta ekki bara einhver svona einkahugmyndir Reykjavíkurborgar. Þarna höfum við verið að vinna með öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu sem eru ekki af svona sama pólitíska lit, þannig að við tölum bara hreint út og ríkisstjórninni að 15 ára plani. Það var hugsað til þess að tryggja fyrirsjáanleika, að bæði fólk og fyrirtæki gæti vitað að ef ég vel með stað hér, ef ég byggja upp kvikmyndagerð hér eða grænt fyrirtæki hér, ef ég fjárfesti hér til að byggja íbúðarhúsnæði, þá heldur það yfir tíma. Auðvitað síðan ekkert öruggt og maður getur alveg haft áhyggjur af því að einhvern veginn pólitíkin það verður einhverju sviftivindir í því, en þá held ég að við eigum bara að hafa trú á fólkinu sem býr hérna. Ég held að þetta njóti mjög breiðs stuðnings meðal almennings og að það þurfi bara að tala mjög skýrt af hverju þessi framtíðarsýn þessi skiptir máli og tryggja með vandari áætlanagerð að hver sem verði við völd hér eftir stuttan tíma eða langan sjáum bara vitið í því að halda þessu áfram. Takk fyrir þetta, Dagur. Lykilpunktur þarna finnst mér ekki síður vera hvað við erum tengt nágrannasveitarfélögum okkar og við erum að tala hérna pólitíkina, en við náttúrulega höfum séð það á undanförnum misserum að það eru gríðarlega, og þið þekkið þetta öll úr atvinnulífinu, það eru gríðarlega stórir þættir efnahagslega sem hafa áhrif á okkur og þeir geta komið úr í myndlíkingu heimsfaraldurs eða bara við þekkjum það á ferðaþjónustunni þegar að flugfélag fór frá okkur og fleira hefur gríðarlegt höggin í lítið samfélag. Þannig að sannarlega ekki bara pólitíkin. Algjörlega, en ég held að svona áföll og hæðir og dalir sem við þekkjum kannski allt og vel á Íslandi, að sömuleyti ef við höfum skýra sýn og veitum hvert við erum að fara, þá getur þetta hægt á okkur tímabundið eða hraðað för tímabundið, en ef við vitum hvert við erum að fara, að þá munum við bæði geta í raun nýtt umhugsunarfrestin sem við fáum þegar hægist aðeins á og kraftin sem kemur þegar allt virðist vera endalaust af peningum til þess að flýta för inn í þá framtíð sem við viljum sjá. Kæra þakkir. Gjörðu gott klapp. Jæja. Kristín Sofía ætlar næst að koma og segja okkur í smá örerindi frá nýsköpun í grænni framtíð. Við þekkjum Kristínu Sofíu vel hér. Í fyrra þá hóf hún störf með Startup Iceland, en í áratug þar á undan starfa hún einmitt með okkur í pólitíkinni hér sem borgarfulltrúi og varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar. Kristín Sofía hefur líka aðeins öðruvísi vinkil því að hún hefur árabil einnig verið stjórnarformaður Faxaflóahafna og ekki síst verið að leiða þar ýmsar grænar pælingar. Gjörðu svo vel, Kristín Sofía. Takk fyrir. Hvernig kemur minn upp, segirðu?
Já, hérna það komið. Þegar ég sendi inn nafnu erindinu, nýsköpum grænni framtíð, þá fékk ég það í hausinn tilbaka að þetta væri málfræðilega rangt og ég þurfti að hugsa þetta á einhvern annan hátt. Þannig ég fór að googla og elstu heimildir sem ég fann sögnina nýskapa var úr ræðu Einars Olgeirssonar þingmann nýsköpunarstjórnarinnar frá 1954, þar sem hann sagði: við verðum ekki bara að nýskapa okkar tækni, við verðum að nýskapa okkar þjóðfélag, við verðum að nýskapa okkar þjóð. Það var reyndi þá. Það líka það sem við þurfum að gera í dag, því við þurfum að nýskapa öll okkar kerfi úr línulegum kerfum yfir í hringrásarkerfi. Hérna voru Dagur í fyrra að skrifa undir samning út af Hringiðu sem hringrásarhraðall sem var keyrður í fyrsta skipti í fyrra og okkur skilst þetta hafi verið fyrsta skipti sem hringrásarhraðall hafi verið keyrður bara yfir höfuð í allavega Evrópu. En það eitthvað? Hverju skila þessar samningar, þessar undirskriftir, þessar ljósmyndir? Gerist eitthvað? Já, við viljum segja að það gerist alveg hellingur. Mér langaði að fara svona yfir nokkuð verkefni. Hjá Icelandic Startups þá keyrum við svona nokkuð skonar keðju af nýsköpunarverkefnum þegar kemur að stuðningsumhverfinu. Við byrjum á gullleikinu sem frumkvöðlakeppni á hugmyndastigi. Það sjáum við mörg fyrirtæki taka sín fyrstu skref. Þar sjáum við Hemppack sem fyrirtæki í plöntuplasti sem var í öðru sæti 2019. Greenbites sem hugbúnaðarlaust sem dregur úr matasóun bæði fyrir heimili og fyrir fyrirtæki og svo Atmonia sem byltingarkennd lausn til að búa til ammoniak sem burðarefni og öllum áburði. Ég talaði eins og við strákana sem eru í öðru sæti og eftir Atmonia í gullleikinu. Þeir voru með Gengi, kannski muni eftir hringnum sem stjórnast tónlistinni með og hann sagði: þú veist, mér líður smá að sé við unnið að þeir hvernig getur unnið fyrirtæki sem raunverulega fara að bjarga heiminum. En það það sem Atmonia svo sannlega að fara að gera. Við erum sér með hraðlan okkar. Snjallræði hraðall sem að Reykjavíkurborg hefur stutt í gegnum Höfða friðarsetur. Við erum með Bambahús sem snilldarleg gróðurhús sem framleidd úr bömbum sem plastdunkar með víravirki utanum sem hafa annars verið fargað. Sógrín, þær konur spurðu sig: getum við samþætt menntun stúlkna og kolefnisjöfnun? Þær segja já og eru með flotta hugbúnaðarlausn þar. Greenfo, það líka hugbúnaðarlausn sem rauninni nokkuð byltingarkennd í að kortleggja kolefnisfótspor fyrirtækja og vinna markvisst að aðgerðum. Og svo Greenbites sem við sáðum á gullleikinu, það aftur þar, þau byrja í gullleikinu, taka þátt á hugmyndastigi, þróast síðan áfram og koma aftur í hraðal. Hringiða, það það sem borgin, það sem Dagur var að skrifa undir seinast, þetta hringrásarhraðall. Ég tók þetta nokkuð fyrirtæki sem fór í gegn. Það Icewind sem með orkuöflun með lóðrétt ás vindtúrbínum fyrir vindasama norðurslóðir. Þetta tæknið sem leysa af dísilvaraaflstöðvar. Þau eru komið samning við ameríska herinn. Hemppack sem var í gullleikinu kom líka inn í Hringiðu. Surova sem sem sagt alsjálfvirk gróðurhús í einingum sem geta þannig dregið úr flutningskostnaði og fært grammeti nær okkur öllum. Og svo Onto Something sem stafrænt vettvangur fyrir úrgangsefni. Við köllum þetta svona nokkuð svona ruslatindir. Það sem að úrgangur eins getur orðið auðlind annars. Þannig að, já, stuðningurinn skiptir gríðarlegu máli og mun gera það áfram. Heildartekjur Icelandic Startups í fyrra voru 130 milljónir. Síðan þau verkefni sem kláruðu á seinasta ári hafa nú þegar safnað 600 milljónum. Þannig að við sjáum það að hver einasti króna sem hefur komið í beina stuðningu í nýsköpun Icelandic Startups hefur skilað sér núna rúmlega fjórfalt tilbaka inn í samfélagið og mun gera enn meira á lengri tíma. Þetta við bara að tala á nokkrum mánuðum. Þannig að ég og Dagur munum skrifa undir stuðning við Hringiðu, eða samstarf Hringiðu sem fer að stað núna í apríl og við erum mjög spennt fyrir því af því að við þurfum svo sannarlega að nýskapa grænni framtíð og hana gerum við með því að styðja hressilega við nýsköpun. Takk fyrir. En ég vil það. Já, ég veit og vill hlaupa undan mér. Já, ég veit það. Takk fyrir þetta og 1000 takkir. Hérna, grænn tindir, sagði það? Nei, ég segi ruslatindir. Ruslatindir. Bara, þú veist, það verður svona eitt take-out í hérna.
Mér langar aðeins að spyrja aftur aðeins í pólitíkina því að það var heilmikil umræða það að nýsköpunarmiðstöð var lögð niður og nú myndi bara nýsköpun fara til fjandans. Er hún að fara til fjandans? Er stuð í nýsköpun? Það er rosalega mikið stuð. Það er mikið stuðningur allstar. Ég held að við sem bara þjóð getum verið bara mjög stolt af þeim aðgerðum sem við farið í. Það er mikið fjármagn í samkeppnissjóðunum, það er öflugt stuðningsnet og við erum búin að leggja ykkur fram við það að varða svona leið frumkvöðulsins og við getum sagt með svona nokkurri vissu í dag að það að taka það skref að verða frumkvöðull er ekki óyfirstíganlegt. Þú þarft ekki að fá elding í hausinn, fá bestu hugmynd í heiminum, vera með frábæra þykka sjóði heima fyrir. Núna getur rauninni að mínu mati, eða okkar mati, hver sem er, tekið þetta skref og fengið stuðning alla leiðina. Frábært, kærar þakkir, gangi ykkur vel. Takk. Þá ætla ég að fá hann Björgvin hingað upp því að við ætlum að fara núna að ræða sviðsmyndavinnu sem var gerð hérna í tengslum við græna planið. Hvernig getur sviðsmyndavinna hjálpað borginni að gera framsækna áætlunargerð og það er oft kvartað yfir því hérna í ráðhúsinu hérna í borginni að hér séu allir sem búi í 101, ég get sagt ykkur það að á sviðið að koma breiðiltingur og hér breiðiltingur þannig að efri byggðir að taka yfir hérna í ráðhúsinu. Það geti því, gjörðu svo vel Björgvin. Hann er einn af parturum Deloitte og stýrið þessari vinnu og hefur mikla þekking á því þannig að gjörðu svo vel. Takk. Takk Lóa og takk Reykjavíkurborg fyrir að leyfa mér að kynna það sem við gerum saman í fyrra. Við fórum á stað með Reykjavíkurborg í fyrra að velta fyrir okkur undir hvaða borg er græna planið að búa okkur og hvernig borg er það sem græna planið ætlar að vinna í árið 2035. Og við segjum svolítið að það sé rauninni ekkert viti því þegar við komum að málinu að spá fyrir þetta. Og það er alltaf gott að vitna í einhverja gamla bækur. Í bók 95 er haft eftir Bill Gates eða eignu honum þetta komment að við ofmetum alltaf breytingar til 2 ára en vanmetum þær til 10. Og við vorum að hugsa til 2035. Og hvað gerum við þá? Við teiknum oft einhverja línulega spár og segjum svona er þetta, ef þetta hérna eykst 10% og þetta minnkar 5%, þá komum við hingað. En það sem við gerum alltaf er að við komumst að því þegar 1 ár er búið að þessum 10 að við erum á okkur allt annarri vegferð heldur við heldum. Og hvað gerum við þá? Það sem við fórum af stað með borginni var að velta fyrir okkur, hvað er það sem mun geta drifið þær breytingar í borginni sem munu kannski eiga sér stað. Þannig við viljum ekki að svara því hvernig þetta mun fara heldur, hvað er það sem hefur áhrif á það hvert við förum. Þannig hvaða drifkraftar eru það í borginni sem munu stjórna ferðinni og er þá óvissa. Og ef það er ekki óvissa drifkraftana, þá er það einhver þróun sem við getum verið sammála og þá skiptir kannski ekki máli hvaða plön við að vinna eftir, það mun gerast. Svo eru aðrir óvissu þættir sem skipta máli og drifkraftar sem er ekki vissa það er það sem við í þessari vinnu, þess að við vorum að teikna upp sviðsmyndir framtíð í borginni árið 2035 við höfum mestar áhuga á. Þannig að við horfum á fullt af drifkraftum og ég ætla ekki að láta ykkur lesa þetta en það sem ég kannski sjá er að við vorum með drifkrafta á þessum 5 vítum efnahagsvítinni, umhverfisvítinni, stjórnmálavítinni, samfélagsvítinni og tæknivítinni og þetta eru 5 versus 3 það eru 3 megin vítir í græna planinu en við ákveðum að skipta þessu í 5 þarna. Við lögðum þetta fyrir valingunin hóp sérfræðinga bæði í vinnustofum og í könnun og erum að reyna að svara því hvaða drifkraftar skipta máli og hvaða drifkrafta er óvissa. Og við höfum mestan áhuga á þeim drifkraftum sem er óvissa og skipta máli. Og það eru við getum skiptið í þessa 4 þætti. Það er að segja, það eru einhverjir svona straumar. Þeir skipta máli og við erum sammála Við höfum ekkert rosalega mikinn áhuga á þeim í þessari vinnu. Það eru þættir sem er lítil óvissa og skiptir litla máli. Það eru svona þessi hversdagsmál. Við höfum heldur ekki áhuga á þeim í þessari vinnu. Og svo er það svona
þættir sem við vitum ekkert hvernig þróast en við höldum að skipta ekkert rosalega miklu máli. Þetta svona lauf í vind, þetta fer einhvern veginn en okkur eiginlega alveg sama. En það sem við erum mestan áhuga á, það eru þessir mikilvægu óvissþættir. Þættir sem við trúum því, eða drifkraftar sem við trúum að hafi rosalega mikil áhrif, en við erum ósammála í hvað átt þeir fara. Og út frá þessum drifkröftum teiknuðum við 4 sviðsmyndir, 4 sögur framtíð borgarinnar að 15 árum liðinu. Og þetta eru mögulegar, gagnkvæmt útilokandi, ólíkar sögur af borg sem til þá. Og það sem við viljum gera við þetta, og það þessi drifkraftar sem eru hér. Það sem við viljum að gera við þetta að segja, við erum að reyna að fara hingað. Við erum að reyna að gera þetta í menntastefnu, í hvaða stefnu sem í borginni, gengur það sem við ætlum að gera upp í þessari sögu. Því það getur verið hættulegt fyrir okkur ef við trúum því, eða höldum það sem við erum að gera gangi bara upp ef heimurinn þróast eða borgin með þessum hætti, en ekki með þessum hætti, með hliðsjón af þeim drifkröftum sem geta farið í mismunandi áttir. Og við teiknum upp ykkur svona sögur, reynum að velja ása sem eru eins og ólíkir og hugsast getur og búa til þá svona mutually exclusive heildir, og úr þessar 4 sögur, ég ætla ekkert að tala þær, því þær í rauninni ef þær eru ólíkar og mögulegar, þá eru þær hjálplegar. Og borgin með 57 meginstefnur og borgin með 6 eigendastefnur. Og þessa vinnu hægt að máta gagnvart þeim. Ef að stefnuþættirnir eða þessar 57 stefnur eru robust, ef þær eru stöndugar, hvernig sem heimurinn mun þróast, þá eru þær hjálplegri. Ef þær eru stöndugar, bara ef allt gerist nákvæmlega eins og Lóa og Dagur og halda gerist, þá það áhyggjuefni. Af því að heimurinn mun ekki þróast nákvæmlega eins og við höldum í dag. Það eru hlutir að gerast í dag sem okkur varst alveg gjörsamlega fáránlegt að gerast fyrir kannski 2 árum eða 10. Og við þurfum að búa okkur undir það. Og við þurfum að spyrja okkur hversu auðveldlega getum við unnið í þeim heimi ef heimurinn lítur út eins og hann teiknaður upp í þessum tilteknum sviðsmyndum. Og þetta ótrúlega fjölbreytt og þetta ótrúlega fjölþætt. Og ég viss það, ef þetta skoðað á þessum forsendum, þá eru þessar stefnur mjög mismunandi seigar gagnvart því að heimurinn þróist með öðrum hætti heldur en við búumst við. En það þá hlutverk þeirra sem fara fyrir að tryggja það að það séu sem stöndugastar hvort sem heimurinn þróast með þeim hætti sem við vonumst eða búumst við eða ekki. Og það sem við getum gert gagnvart þessum sviðsmyndum að við getum velti fyrir okkur ef að þetta gerist, þetta stöndugt eða þarf að byggja þetta upp eða þetta bara basically í hættu. Og þá getum við teiknað upp svona myndir sem þetta gæti til dæmis verið menntastefna eða stefna varðandi innflytjendur eða hvaða sem nú nefnist. Og þá segjum við, ef við erum í þessari heimsmynd, þá skipulagsatriði í stefnunni bara í lagi eða framtíðarsýnin í lagi. En nei, virðisköpun, hún vandamál í þessari mynd. En hún kannski í lagi einhvers staðar annars staðar. Ef það eru atriði sem eru kannski rauð í öllum sviðsmyndunum, þá þurfum við að spyrja býtum við, erum við bara teiknuð mögulegan árangur fyrir ykkur? Eða ólíklegt að við náum árangri? Og þannig að við vorum ekki að spá fyrir framtíðina. Við vorum að reyna að búa okkur undir framtíðina, hvernig sem hún þróast, út frá þeim drifkröftum sem við teljum að muni hafa áhrif á hana. Þannig að þetta ólíkt þessari línulegu áætlun að gera nálgun sem við þekkjum svo vel. En hins vegar rosalega hjálpleg til að gera það sem við erum að gera, betur búið undir það sem verður, hvort sem það verður nákvæmlega eins og við höldum eða ekki. Og það til dæmis ótrúlega mikið varðandi orkuskiptin og borgarlínu og alls konar hluti sem fóru fram og tilbaka og við ræddum þetta mjög mikið á vettvangi borgarinnar með þeim sérfræðingum sem voru að vinna með okkur hérna innanhús. Og
okkur finnst alveg gjörsamlega óhugsandi að fólk myndi velja það að sitja í langri rafbílaröð eftir 10-15 ár, frekar en að nota borgarlínuna. En í vinnunni í kringum borgarlínuna þurfum við kannski bara að passa okkur að teikna upp þá borgarlínu þar sem þessi valkostur ekki fýsilegur fyrir fólk. Ef að fólki finnst það bara, ég bara búin að gera það sem ég get varðandi umhverfismál og orkuskipti, ég ætla bara að sitja í mínum bíl, einkabíl, þó það taki mig 45 mínútur að keyra niður í Fossvog. Þannig að ég bara hvet mitt góða fólk í borginni til þess að huga áfram að þessu, nýta þessa skemmtilegu vinnu og við hjá Deloitte, ég og Sara og Dr. Florian Klein, sem svona okkar alheims sérfræðingur í þessari aðferðafræði og þessum rannsóknum, þökkum bara kærlega fyrir samstarfið og vonum að þetta nýtist sem allra best. Þannig að Lóa beint úr Seljaskóla kom inn á sviðið aftur og spyr mig einhverja krefjandi spurningar. Já, takk fyrir þetta, Björgvin. Þannig að vissan óvissa. Eða þannig. Það það náttúrulega. Ég held að við þurfum bara að vera auðmjúk fyrir því að það geta alls konar hluti gerst. Við sem erum búin að fagna því að geta hist á fundi, búin að festa okkur við tölvuskjáfinni í 2 ár, áttum ekkert von á því. En við þurfum að geta rekið borgina í því umhverfi. Já. Og við þurfum að teikna upp þá innviði sem geta tekist á við svoleiðis hluti. Og það nákvæmlega út af það sem þessi vinna gengur. Þannig að við eigum heljarinnar verk fyrir höndum eins og við sjáum með allar þessar stefnur. En mér langar að spyrja þig, því að nú veit ég að þú hefur verið að gera svona sviðsmyndagreiningar og fleira fyrir fyrirtæki, stór fyrirtæki og fleira. Var eitthvað sérstakt sem kom þér á óvart við það að setja þetta yfir sveitafélag og þá svona þjónustu vídd sem að sveitafélag bjóða upp á? Það sem kannski hið augljósa að þetta ótrúlega fjölþætt. En það líka, hið augljósa að fólk hefur rosalega svona, margir hafa mikla viss ákveðna hluti og halda að einhverju aðrir hafi líka endilega viss þá hluti. Þannig að það voru kannski hlutir sem var óvissa í þessum rannsóknum sem við gerðum, sem við kannski með við fyrstu umræðu í svona innsta kjarna var ekki óvissa Okay. Þannig að þegar þú leitaðir aðeins út fyrir, þá fékkstu kannski aðra mynd heldur en ef við hefum bara sagt að drifkraftarnir eru svona út frá okkar litla 3-5 manna hópi sem ákvaða þetta. Þannig að þú þarft að leita dálítið vel út. Út. Já. Takk fyrir það. Það mjög auðvelt að festast í sílónu sínu eða sinni tunnel vision. Kæra þakki, Björgvin. Við ætlum að fá eitt erindi núna áður en við fáum okkur síðan kaffisopa og hingað komið hann Jón Viggó sem forstjóri Sorpu og hefur verið það núna í rúmlega ár. Við ætlum að ræða núna hringrásargarðinn Álfsnes, samstarf og fjárfestingatækifæri tengt hringrásarverkefninu og Jón Viggó hefur leitt heilmikla vinnu, græna vinnu og stóra sýn fyrir hönd Sorpu á undanförnu ári og við erum mjög spennt að sjá hvernig þetta þróast. Gjörðu svo vel, Jón Viggó. Takk fyrir. Nú kemur að landsbyggðarþættinum. Ég spennt á það að ég frá Ísafirði og Ólafur Sigurðsson sem kemur eftir hlið frá Ísafirði líka. Þannig að við breiðhyltingar eiga sína fulltrúa en við Ísfirðingar líka. En já, ég ætla að fjalla aðeins þessa umbreytingu sem Sorpa hefur gengið í gegnum. Við erum bundin af lögum úrgangsstjórnun, eins og hundleiðilegt að það Við eigum að sinna ákveðnum lögbundnum skildum sem falla á sveitarfélög og við eigum að reyna að koma öllum úrgangi í eitthvað farveg. En fyrir tæpum 2 árum þá byrjaði umbreyting á Sorpu. Núna erum við að einbeita okkur að hringrásarhagkerfinu, við erum að hugsa verðmætin sem við getum skilað búið til og skilað inn í hringrásina. Hérna sjáum við gott dæmi starfsemi Sorpu. Þetta endurvinnslustöð. Þetta skínandi dæmi hluta af hringrásarhagkerfinu. Hérna geta íbúar borgarinnar og höfuðborgarsvæðisins ásamt rekstraraðilum komið og flokkað í 34 flokka úrgangi sem fellur til. Hérna verður verðmætin til. Þetta upphæðið af verðmætasköpuninni í hringrásarhagkerfinu. Hérna annað dæmi, úr mynd úr Gufunesi, þar erum við að reka móttöku og flokkunarstöð
Hérna erum við að sýsla með úrgang sem fellur til heima við. Þetta er nú yfirleitt blandaður úrgangur í plastpokum og það vélasamstæður hérna sem reyna að tæta þetta upp og reyna að ná þeim verðmæti sem hægt að ná út þessu. Ef við sjáum sem hluti þessari umbreytingu að þetta gengur ekki, við getum ekki haldið þessu áfram. Þannig að við förum í svona verkefni. Við innleiðum nýja flokkunarstefnu, við samræmum á höfuðborgarsvæðinu í þeim tilgangi að ná meiri verðmætum út úr úrgangum. Og þegar við náum þessum árangri, þá verður til miklu meiri hreinni og meira af hreinum straumum sem við getum þá nýtt í hringrásina. Skínandi dæmi góða hringrás góði hirðirinn. Hérna náum við 1000 tonnum af úrgangi sem fer inn á endurvinnslustöðvar og umbreytum því í verðmæti sem við seljum í góða hirðinum, netinu og Hverfisgötu og upp í Fjallsbúla. Þetta 1000 tonn, þetta sparar samlaginu og þá eigendum 20 milljóna á ári að koma þessu í þennan farveg. Og ef vel árar þá skilum við hagnaði sem rennur til líkna og góðgerðarmála. En við erum líka endirinn á línulega hagkerfinu. Sorpa var stofnað á sínum tíma til að ná utanum þetta vaxandi vandamál sem úrgangur var. Við urðum í Gufunesi án þess að stýra því. Markmiðið var að koma upp urðunarstað sem var þá stýrður, var þá orðinn og hann var iðnvættur í rauninni og hann eftirlitsskyldur og virkilega velaður staðið. En þetta markar endinn á þessu línulega hagkerfi sem við erum að reyna að hverfa frá og eigendur Sorpu hafa markað þá stefnu að loka urðunarstaðnum 2023. Mjög metnaðarfullt plan, mjög metnaðarfullt. Og við gerum allt það sem við getum til að ná þeim markmiðum. En það útilokar það ekki, við verðum að finna annan urðunarstað fyrir úrganga því að það alltaf einhver úrgangur sem þarf á engan annan farveg en urðun. En við getum unnið að því að minnka. Gott dæmi hringrásarhugsun gas- og jarðgerðarstöðin. Eins og Dagur kom inn á þá þetta eitt merkilegasta loftslagsverkefni sem hefur verið framkvæmt hér á Íslandi síðustu árin. Þetta 20.000 tonna af koltvísýringi sem við náum að beisla hérna. Við óvirkjum lífrænan úrgang, ná metaninu úr og ef allt fer sem horfir þá munum við ná að selja það í önnur verkefni og það gengur alveg ljómandi að koma því í verkefni, sérstaklega hjá iðnaðarfyrirtækjum. En með þessi umbreyting Sorpu hefur skilað því að við erum að horfa á úrgangsstjórnun allt annan hátt. Við erum að horfa á samstarf og nýsköpun. Sorpa hefur alltaf staðið í einhvers konar nýsköpun og mikið til borga fyrir þessa nýsköpun sjálft. En við sjáum að við þurfum að minnka áhættuna ef við ætlum að elta öll tækifærin í hringrásarhagkerfinu þá þurfum við að fjárfesta fyrir 20 milljarða. Og það áhætta sem hið opinbera eða samlagið og borgin og sveitarfélögin sem standa að Sorpu ættu ekki að taka. Þess vegna svo mikilvægt að við náum samtali við nýsköpunarsamfélagið og fjárfestasamfélagið það að fjárfesta í þeim virðisstraumum sem skipta máli. Þannig okkar stefna að ýta undir hringrásarhagkerfið í gegnum samstarf, nýsköpun og rannsóknir og lágmarka leið áhættu þá samlagsins og eigenda. Og þetta hefur verið leiðilegast í undanfarin 2 ára eins og við komum inn á og við finnum að markaðurinn er mjög móttækilegur fyrir samstarfi. Það er mikill áhugi á hringrásarhagkerfinu, menn vilja fjárfesta í þessu, menn sjá gríðarleg tækifæri í því að fá þessi efnisstrauma sem Sorpa tekur við og reyna að halda hreinum og gera eitthvað úr því. Og það sem er svona grunnhugsunin hjá okkur að við erum að reyna að tengja saman ólíka aðila sem getur þá nýtt þá afurðir hvort annars. Þannig að eitthvað sem er úrgangur hjá einum verður þá afurð eða input inn í starfsemi eitthvað annars. Og við gerum þetta með eða án aðkomu Sorpu eins og núna erum við svolítið svona katalist fyrir ákveðna samstarfsmöguleika en við viljum að þetta bara gerist sjálfkrafa helst. Og við í öllum þessum verkefnum sem við munum fara aðeins betur yfir eftir þá sjáum við mikla þörf fyrir stað fyrir öll þessu verkefni. Það er mikil eftirspurn eftir lóðum, menn vilja hreinlega bara byggja verksmiðjur aðstöðu fyrir hringrásarverkefni sín. Og margir vilja staðsetja þetta í Álfsnesi. Því Álfsnes er mjög góður staður, það er gas- og jarðgerðarstöðin, það sem ákveðin grunninnviðir eru komnir. Og eins og ég sagði áðan, þá mun þetta samstarf við einkaaðila og fjárfesta minnka á þessu áhættu sem við viljum helst við viljum ekki standa í áhættusækinni starfsemi.
Og það sem margir spurja okkur verður til grænn hvati fyrir fyrirtæki til að koma upp grænni starfsemi í Ásnesi. Það þá svar sem borgin þarf að, sem eigandi landsins þarf að svara, verður þá gefin einhver ívilnunar aðstöðugjöldum og þess aftur. Síðan eru við, að því að við erum búin að staðsetja okkur sem hringrásarfyrirtæki, þá eru margir að leita til okkur við að styðja við hringrás- og loftslags- og sjálfbærniklassa sem núna í bígerð, en við munum koma aðeins meira að því síðar. Álfsnes, það mjög góður staður. Sundabrautin mun renna þannig gegn 2031, þá var hann klár, samkvæmt vinnutöku dags og sigurveininga. Ný höfnin í bígerð þarna í Álfsnesvíkinni og langt komin, þannig að þetta verður mjög góður staði fyrir þá sem þurfa að flytja til efni og breyta frá efni. En hringrásarhagkerfið samstarf og við sjáum það út í heimi þar sem þetta hefur verið byggt upp með góðum árangri, þá hafa menn náð að á einu stað binda saman mörg fyrirtæki. Þarna eru fyrirtæki sem eru í ýmis ótengdri starfsemi og það er oft svona miðlarar á milli til að miðla efnum á milli og við sjáum góð dæmi frá Danmörku og Svíþjóð þar sem þetta hefur orðið svona katalist að einhverjum gríðarlega verðmætasköpun. Og svo í tengslu við að lokun urðunarstaðnum þá höfum við mikinn áhuga á því að fegra svæðið, þetta er náttúrulega bara svolítið berangurslegt, en þarna eru tækifæri til að skapa fallegt útvistasvæði og tengja það við þessa grænu starfsemi. En það sem þau verkefni sem við erum að vinna eru til dæmis, við erum að starta gas á jarðgerðarstöðinni og við erum að fara framleiðum hellinga metani sem við erum að fara að þróa áfram, við munum framleiða hellinga moltu og við finnum mikinn áhuga hjá markanum að þróa moltuna yfir í það að vera áburð. Atmónía var til dæmis nefnt hérna, þeir eru með niturframleiðslu sem getur nýst inn í moltuna og gert hana ennþá verðmætari. Við viljum endilega samstarfið þá, meðal annars. Hátækni sorpbrennsla í kortunum. Þetta eru nauðsynlegir innviðir sem við þurfum að hafa, við þurfum að geta brennt eitthvað af þessum úrgangi sem fellur til. Auðvitað er diskuterað hversu stór hún á að vera og freistnivandan sem felst í því að byggja risastóra verksmiðju sem geti tekið til sín og mikið af endurvinnsluefnum. Þannig að við þurfum að fara mjög varlega í því að næstu 1-2 árum að áætla hversu stór hún á að vera. Við höfum líka huga á því að flytja starfsemi okkar úr Gufunesi. Það er nú, ég held að sé mikill áhugi á því að nýta húsakost og landsvæði í Gufunesi undir nýsköpun á sviði kvikmyndagerðar, frekar en að vera með starfsemi eins og móttökuflokkunarstöð. Þannig að við erum að skoða að flytja móttökuflokkunarstöðin upp í Álfsnes og þá getur það orðið svona miðlægur höfn fyrir miðlun efna inn í hringrásina. Við erum að framleiða eldsneyti, við erum að framleiða metana á faratæki og til iðnaðarframleiðslu. Það er mikill áhugi hjá innlendum og erlendum aðilum að vökva gera gasið og nota það á Íslandi. Það eykur notkun möguleika metans að vökva gera það. Það getur settið það aðra tegundir bíla og keyrt lengra. Og þetta kemur algjörlega í staðinn fyrir dísilolíu til dæmis. Ef okkur þess það ekki, þá eru við Svisslendingar tilbúin til að kaupa allt lífgas sem fellur til á Íslandi. Og eru að reyna að kaupa slíkt frá Noregi líka. Þannig að það er gríðarlega eftirspurn eftir gasi, náttúrugasi sem er að þessum lífræna uppruna. Og þessir aðilar hafa beðið aðstöðu til dæmis. Svo erum við í verkefnum þar sem við erum að umbreyta plasti í plast og svo líka umbreyta plasti í olíu. Öll þessi starfsemi þarf aðstöðu og fjármagn. Við erum að skoða að koma langt með að breyta sláturúrgangi í fitu sem breytir svo í lífdísel sem þá blandað í dísilolíu sem seldir á bifreiðar. Og svo erum við komin á stað með verkefnið með Björgun, því Björgun kemur hérna inn á svæðið að búa til jarðefnagarð þar sem við reynum að flokka upp þessi efni sem falla til á höfuðborgarsvæðinu og miðla því vinna það og miðla því áfram í önnur verkefni. Og það er gaman að segja frá því að Björgun er með metnaðarfull markmið að leggja ekki nýtt land undir námur til að fá efni til þeirra sinna framleiðslu, heldur nýta það sem fellur til. Já, og velkomin í Álfsnes. Nei. Gjör svo vel. Ég ætti alltaf bara að tala þig Breiðholtinga.
Nei, það náttúrulega frábært að við eigum það bara eftir einhverja norrlendinga, þá erum við búin að austfirringa, þá erum við búin að kofvera þjóðina, en ég efast ekki að við höfum það hérna inni í þessu mannaut. En hringrásarklasi, hvað það? Já, það eru hringrásarhagkerfi á fleygiferð og Sorpa búin að staðsetja sig svona í miðju þessara hringuðu og við finnum að það mikill áhugi á markaði að þessi fyrirtæki sem eru að huga að sjálfbærni, loftslagsmálum, hringrásarhagkerfinu komið saman á eitt stað, svipað á sjávarklassinni niður á Granda og það verði ekki til eitthvað sýningja í kringu það. Þetta fellur vel að stefnu Sorpu og því nýja hlutverki okkar, því við erum ekki bara í þessu úrgangsmiðhöllum sem leiðast, við viljum búa til verðmæti inn í hringrásarna. Þannig að það er kannski aðeins og snemmt að segja til nákvæmlega hvenær það verður en þetta er mjög athyglisverð og áhugaverð pæling sem er í gangi. Hvernig spila Sorpa nákvæmlega inn í þetta hringrásarhagkerfi? Eru þið stærsti aðeins á markanum til að draga þennan vagn áfram eða hvernig lítur á það? Já, ég lít þannig á það. Ég held að Sorpa er langstærsti aðeins á markanum. Við höfum gríðarlegt magn af efni til að miðla inn í hringrásina. Við erum opin fyrir því að þróa þetta samstarf og búa til þetta nýsköpunarsamband sem þarf að eiga sér stað til að geta byggt upp endurvinnslu á Íslandi. Stór hluti af efninu hérna á Íslandi er flutt hreinlega bara út í brennslu í Svíþjóð eða Hollandi og þetta eru verðmæti sem við ættum að reyna að nýta hérna á Íslandi til að nýta þá búið til störf og verðmætasköpun hér á landi og Álfsnesið er lykil þáttur í því. Frábært, kærar þakkir. Takk fyrir Jón Viggo. Jæja, kæru gestir, nú ætlum við að taka okkur smá kaffihlé og nýta okkur það kaffihlé til þess að undirskrifa eða skrifa undir samning Icelandic Startup Hringuðu og Gullleggsins, þannig að endilega komið ykkur á mynd. Sjáumst eftir 10 mínútur.
Jæja, velkomin aftur eftir gott kaffihlé og undirskrift á fundin okkar hér í Tjarnarsal, græna planið og grænar fjárfestingar. Við ætlum, já, ég bara að fá hérna blöðunga upp á svið, kæra þakki fyrir þetta félagi. Jæja, svona kemur maður sér í beina, sko. Menn kunna þetta, hér eru reynsluboltar á ferð. En núna ætlum við að fá hann, Ólaf Sigurðsson, að ræða hér sjálfbæra þróun lífeyrissjóða. Hann fulltrúi Vestfirðinga hér í dag því við erum aðeins komin í hvaðan við komum, sko. En allavega, Ólafur mun í erindi sínu fjalla sjálfbæra þróun lífeyrissjóða og auka áherslu á verkefni sem tengjast hreinni orku og öðrum umhverfisvænum lausnum. En Ólafur góðkunnur lífeyrissjóðunum, hefur starfað með þeim og í fjármálageiranum á annan áratug og hann í dag formaður undirnefndar Landssamtaka lífeyrissjóða fjárfestinga umhverfi lífeyrissjóða. Gjörðu svo vel, Ólafur. Takk fyrir. Heyrist ákveð í mér? Já. Ég sérstaklega þakki fyrir að koma hérna í raunheima og vera með ykkur. Þetta dásamlegt, hálf feiminn eftir 2 ár fyrir á bak við skjáinn. Þannig að ég ætla að prófa að labba svona svið eins og aðrir gera. En þegar ég hef kannski rýnt í titilinn og þeir sem að nota þetta mest yfirleitt að hvetja ykkur til þess að hætta því sem hann að gera því hann hefur gert eitthvað af sér. En við erum auðvitað að glíma við það sem risastórir lífeyrissjóðir, hvernig eigum við að sýna ábyrgð, hvernig eigum við að birta okkar ábyrgð þegar við segjumst vilja bera ábyrgð, hvernig getum við gert það og fyrir 1 ári síðan eða í nóvember þá tóku fjöldinn allur af lífeyrissjóðum þátt í viljayfirlýsingu á meðal norrænna lífeyrissjóða og breskra lífeyrissjóða sem var tilkynnt á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Glasgow. Fjárhæðin auðvitað, ég ætla ekki einu svona að reyna að setja hana í íslenskar krónur af því að þetta tiltölulega háar fjárhæðir sem að íslenski lífeyrissjóðir, norrænir og breskir hyggjast fjárfesta í loftslagsvænum fjárfestingum eða tækni tengt loftslagsmálum og það eru bara 9 ár eða 8 ár að verða eftir. Á íslenska mælikvarða bara íslensku lífeyrissjóðirnir inn í þessari tilkynningu í kringum kannski 600 milljarða sem að þarf að fjárfesta. Og þetta ekki bara á Íslandi, þetta fjárfesting líka erlendis og það góða við að gera þetta í gegnum vettvang sem að þá skipulaður bara í þeim tilgangi að ná saman og þið verða að fyrirgefa, þetta ekki á íslensku, ég hafði ekki tíma til að þýða þessa vefsíðu, en ég hvet ykkur til að fara inn á hana af því að þannig búið að búa til farveg, vettvang, þar sem að þeir sem hafa áhuga á að fjárfesta í þessa veru geta komið saman. Það búið að búa til í dálksnúmer 2 skriflega yfirlýsingu og koma þessum vilja og þessum áhuga niður á blað. Það búið að gera út í nokkur ár svona fundi eins og við erum hér á í dag. Summit, það verið að leiða þá sem hafa áhuga á þessu saman, svo þeir geti tala saman, svo þeir geti fræðst hvað aðrir að gera og það búið að gera leiðarvísi, roadmap, að leið til allavega 2030 og jafnvel lengra en það. Og það sem kannski besta við þennan vef, það verið að reyna að byggja og búa til fyrirmyndar fjárfestingar, best practices, það sem hægt að fara inn og skoða. Þetta í raun og veru sjálfbært? Þetta umhverfisvænn fjárfestingarkostur? Hvað finnst öðrum það? Hvernig getið þið sýnt fram á að það sem þið eru að gera teljist falla undir þetta? Þetta að sýna ábyrgð. Þetta að birta og segja frá því hvað við erum að gera og þið kannist auðvitað við þetta. Vandamálin sem við erum að glíma við og þið og kannski flestir hvernig eigum við að sýna þessa ábyrgð? Hvaða staðal eigum við að nota? Eigum við að nota ESG-staðal eða UFS-staðal kauphallarinnar? Eigum við að nota alþjóðlegan staðal sem kallaður GRI, Global Reporting Initiative? Ég veit ekki hvort það búið að þýða það. Eða eigum við að nota Integrated Reporting sem önnur leið og við erum bara skammt á veg komin. Við eigum mjög erfitt með að sýna þessa ábyrgð í texta og tölum þannig að allir skilji. Af því að það auðvitað það sem að sjóðfélagið vilja. Hvernig gerir þetta? Hvað þýðir þetta græna?
Og það mikill kostur að geta sagt að þegar höfuðborgin gefur út skuldabréf að þá sé það í samræmi við staðal. Það grænt, þetta ekki grænþvottur og það sem meira það eru viðbótar upplýsingar sem að fylgja útgáfunni. Það var ekki þannig áður. Blátt skuldabréf komið, svo komið rautt og kannski verða þetta skuldabréf í öllum regnbogans litum í samræmi við heimsmarkmiðin af því að þau eru jú tiltölulega lita mikil. En sjóðfélagar okkar, og ég held að við öll, höfum svolítið verið að horfa á þetta orðaský og velta fyrir okkur, hvað meinar það með ábyrgð, hvernig getur sýnt fram á það. Og þetta svolítið að enda í tiltölulega fáum orðum sem auðvitað kannski bara búningur utan það sem við höfum verið að gera í 1000 ár, að lifa á náttúrunni, þannig við göngum ekki of harkalega á hana, nýtum sjávarauðlindir eins vel og við getum, þannig að nýtist okkur á sjálfbæran hátt til framtíðar. Hvort sem þetta sett sem ÖFS, hringrásarhagkerfi, sjálfbær þróun, ég held að þetta sé bara innbyggt í okkar hugmyndafræði, eins og við höfum lifað hérna lengi. Við vorum löngu byrjað á sjálfbæri nýtingu auðlinda áður en að þetta var það vinsælli skammstöfun, en skammstöfunin nær bara ágætlega utan það sem við erum að reyna að gera og flestir tengja við. Það verið að búa til sérstakan staðal þannig að lífeyrissjóðum verður fjárfestum orðið skylt að birta, að sýna ábyrgð, gera það samkvæmt sérstökum staðli sem nú í innleiðingu og verður vonandi innleiddur í íslensk lög núna á næstu mánuðum. Þið þekkið þetta, það hafa allir lífeyrissjóðir sagt og vilja að þeir séu aðilar að principle of responsible investment, þess ábyrgar fjárfestingar Sameinuðu þjóðanna eins og það þýtt á íslensku. Þetta ein leið til að sýna ábyrgð, en það ekki nóg að lýsa því bara yfir. Við þurfum að birta upplýsingar og við erum í vandræðum með það. En síðustu 5 ár hefur orðið algjör bylting í upplýsingagjöf til fjárfesta svo að þeir geti miðlað því til sinna hagsmunaaðila áfram. Það birtist í upplýsingum kolefnisfótspor, skattfótspor og allt það sem að stundum sagt vera ófjárhagslegt, en í raun og veru af hverju ætti veikindakostnaður eða hlutfall þeirra sem eru veikir í skipulagsheild á einu ári að vera ófjárhagslegt. Það minnkar skilvirkni ef að 10% af mannafla veikur heima hjá sér. Af hverju heitir það ófjárhagslegt? Þetta eru bara upplýsingar. Lífeyrissjóðir eru að greiða örorku í stórum stíl. Það ekkert eins tengt okkur og ÖFS. Félagslegi þátturinn bara snar þáttur að því að halda fólki á lífeyri þegar það er orðið 67 ára. Þetta og skiptir máli og það sem meira að því að við höfum nú kannski ekki beint þurft að verja okkur, en við höfum þurft að útskýra fyrir mörgum, grænt og rautt á það. Það ekki bara einhver afsláttur? Alls ekki, af því að þetta einfalda konsept eða þessi hugmyndafræði Sameinuðu þjóðanna að verðmætasköpun, samfélagið og náttúran mætist í, já, þá fór ég verð maður. Ekki já, ég ætli verið ekki bara að taka þetta hérna og setja aftur á. Glæsilegt. Bjarni, ræta mér enn einn ísfyrringur. Og ég það búið með tíman? 3 mínútur. Ég klikkaði eins og sagt Þegar félagsbústaðir gefa út skuldabréf sem sagt vera rautt, þá þarf það líka að vera vistvænt. Ef maður ætlar að taka þátt í sjálfbærri þróun. Ef eitthvað grænt, þá það ekki bara grænt. Það hlýtur að hafa jákvæð áhrif á samfélagið og ef það greitir vextir, þá fellur hugmyndin að hvíta svæðinu
skörunin ekki bara efnahagsleg, það ekki bara verið að fá frábæra vexti, þetta hefur jákvæð áhrif á samfélagið, þetta hefur jákvæð áhrif á umhverfið og þetta ekki A til B, þetta stöðug þróun. Við munum aldrei enda á einhverjum einum stað í sjálfbærni þróun, þetta bara eins og það alltaf nýsköpun. Við þurfum alltaf að gera betur. Og við gerum bara að mér finnst betur á milli ára og markaðurinn hefur tekið stakkaskiptum á 3 árum. Það hægt að sýna ábyrgð í dag. Það betra og auðveldara að sýna hana með einhverju skipulagi og GRI staðallinn einfalt skipulag utan verðmætasköpunina, umhverfismálin og félagsmálin. Þetta 3 staðlar. Þetta reyndar mjög mikið á texta, orka náttúrunnar fór af stað í GRI en ég held hafi farið yfir í Nasdaq af því að þetta flókið. Aðalatriðið að leitast við að sýna ábyrgðina og gera það sem við getum til þess að bæta upplýsingum við þannig að þeir sem að spurja sig að því eftir 2 ár, þessi yfirlýsing sem var gerð þarna loftslagsfjárfestingar eitthvað að gerast í því hjá okkur, það að birta einhverjar upplýsingar. Og það við að gera og ég hvet ykkur til þess að fara inn á okkar ársskýrslu. Ég auðvitað með 2 hatta hérna, annars vegar fyrir Landssamtökin og tala fyrir hönd margra lífeyrissjóða en í forsvari fyrir þennan sjóð. Þetta auðvitað ein leið að birta á netinu og að reyna að sýna ábyrgð og vonandi tekst okkur að vísa undir því trausti sem okkur sýnt með því að halda utan peninga ykkar í 40 ár og greiða ykkur þá hægt og rólega tilbaka á 20 árum. Takk fyrir. Takk fyrir. Það fór ekki svo að tæknin væri aðeins að stríða okkur. Nei. En þetta var gott hjá þér, ég klikkaði því það var alltaf bara one click away, það bara svolítið þannig. Takk fyrir þetta, mjög fróðlegt og sko mér langar aðeins að spyrja þig út í PRI stallana því að nú voru einmitt lífeyrissjóðir sem að Reykjavíkurborgar aðilar, bæði Brú og lífeyrissjóður Reykjavíkurborgar aðali að því að skrifa undir og þetta var allt saman gert í haust ef ég man rétt þegar að COP-ráðstefna, loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna var í undirbúningi. Og mín spurning kannski svolítið til þín og kannski nú ætla ég að fá að fara aftur í upphafi því að ég var partur af því 2010, 11, 12 þegar við byrjum að ræða samfélagslega ábyrgð á Íslandi þó að hún hefði nú verið aðeins byrjuð erlendis. Mín spurning svolítið við erum með mikinn vilja og heilmörg tæki og tól og við höfum kannski aðeins að þétta það það hvernig við veitum upplýsingar í framtíðinni og mælum okkur og svona tengjum okkur saman. En traust á markaðnum fyrir þessa leiðir, fyrir bæði þann samfélagslega hluta og líka fyrir græna hluta? Hvað metur þú? Nú búin að vera í þessum bransa í 17 ár. Og þetta hefur alltaf verið inni. Þetta hversu mörg fyrirtæki hafa verið að reyna að greiða starfsfólki bónusa til hvatakerfi til að fá félagsauðinn, mannaflan, taka þátt í menntun, Háskóli Reykjavíkur þetta eitthvað samstarfi við atvinnulífið. Við erum búin að vera að þessu í 20 ár. Og fyrirtæki þurfa á fólki sem hefur menntun og getur til að sinna því starfi sem að fyrirtæki ætla sér að hagnast á. Og þetta bara komið í nýjan búning. Komið í nýjan búning, frábært. Kæra þakkir. Við ætlum núna aftur að skella okkur aðeins inn í nýsköpunina. Við ætlum að fá breiðhyltingin Guðbjörgu Hrönn Óskarsdóttir, framkvæmdastjóra Tækniseturs hingað upp. Hún ætlar að gefa okkur innsýn inn í græna sprota Tækniseturs. En hún hefur í rauninni ætlar að gefa okkur smá innsýn inn í þróun umhverfisvænna lausna, auk þess sem hún mun kynna hvernig Tæknisetur getur nýst fyrirtækjum til þess að stunda áþreifanlega nýsköpun. Finnst þetta skemmtilegt? Áþreifanlega nýsköpun. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, Þórdís Lóa. Ánægilegt að fá að vera hérna með ykkur í dag, svona in person, tek undir með fyrrum fyrirlesturum hér á alltof oft sem að maður hefur þurft að setja fyrir aftan skjáinn. En já, ég ætla hér að koma aðeins og fá að segja ykkur frá Tæknisetri og grænu sprotanum sem með sína starfsemi hjá okkur. Tæknisetur hóf starfsemi í júlí á síðasta ári
og byggir þar á sterkum grunni tæknideildar Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Við bæði hvað varðar sérfræðiþekkingu og innviði. Okkar markmið tvíþætt. Við viljum vera leiðandi samstarfsaðili tæknifrumkvöðla og fyrirtækja og til framtíðar stefnan að virka með okkur fleiri eigendur sérhæfðra innviða eins og háskóla og tæknifyrirtæki til þess að vera vettvangur sem tengir notendur og eigendur sérhæfðra innviða og þekkingar. Í dag þá rekur Tæknisetur 6.300 fermetra húsnæði á Keldnaholti og þar að finna bæði sérhæfða aðstöðu, tæki og búnað sem tæknifyrirtæki og sprotar geta leigt. Hjá okkur starfa reyndir sérfræðingar sem að veita tæknilega þjónustu og ráðgjöf og auk þess Tæknisetur samstarfsaðili fyrirtækja í fjölmörgum rannsóknar- og þróunarverkefnum. Í dag eru yfir 20 fyrirtæki með starfsemi sína á Tæknisetri og þar af eru yfir helmingu þeirra með beina græna tengingu og ég ætla svona að fá að segja ykkur í örstuttu máli frá verkefnum þessara sprota. ABC Lights að hanna tölvustýrða hátæknilausn fyrir gróðurhús, að ræða litrófs- og hitastýrða lýsingu sem eykur framleiðslu og dregur úr orkunýtni, orkunotkun, ekki orkunýtni, eykur orkunýtni. Surova að þróa fullkomlega sjálfvirka ræktunareiningu þar sem allir þættir ræktunarinnar stýrast að gervigreind. Þetta verða skalanlegar einingar í nánd við verslanir sem að stytta aðfangakeðju og flutninga og draga þar með úr kolefnisfótspori. Vaxa Impact Nutrition að þróa með nýja vísindalega nálgun á matvælaframleiðslu þar sem að þörungar eru grunnurinn að sjálfbærri fæðu. Með tímamóta framleiðsluferli umbreyta þau hreinni orku í mat og framleiða þar með sjálfbærustu uppskeru í heimi, nefnilega örþörunga ríka af omega-3 og prótíni. Arctus Aluminium í nánu samstarfi við sérfræðinga Tækniseturs að þróa nýtt álframleiðsluferli þar sem að kolarafskautum hefur verið skipt út fyrir keramik og málmrafskaut. Þannig verður engin losun koltvíoxíðs við álframleiðsluna og Arctus hóf nýverið samstarfið þýska álfyrirtæki Trimet áframhaldandi þróun og uppskölun á tækninni. Atmonia sem við höfum aðeins heyrt talað hér áður í dag þróar umhverfisvænar framleiðsluaðferðir á ammóníaki og nítræti fyrir áburð. Ammóníaki má líka nýta sem eldsneyti og framleiðsluaðferð Atmonia án allrar losunar á meðan hefðbundin áburðarframleiðsla ábyrg fyrir 2% heimslosunar gróðurhúsalofttegunda. Optitog hafa hannað troll sem byggir á ljósi og flýgur yfir sjávarbotninum í staðist að dragast eftir honum. Þetta dregur úr orkunotkun við veiðarnar auk þess sem þetta raskar ekki heilbrigðu vistkerfi sjávarbotnsins. Álvit var til þegar brýn þörf myndaðist fyrir umhverfisvænan kragasalla hjá álverum og sérfræðingar Álvit stukku til og með þróun á nýju efni. Samhliða vinnur Álvit að öðrum umhverfisvænum lausnum fyrir áleiðnaðinn. Bitvinci vinnur að því að bæta verulega drægniútreikninga í leiðsögukerfum rafbíla með því að taka veður á leið með inn í reikningin en drægnikvíði langalgengasta ástæða sem að eigendur olíu- og bensínbíla gefa fyrir að skipta ekki yfir í rafbíl. Betri drægniútreikningar geta því verið mikilvægur hlekkur til að flýta fyrir orkuskiptum. Efnasmiðjan vinnur umhverfisvænar afurðir úr lúpínu. Hringrásarhönnun höfð að leiðarljósi og það að nota Alaska lúpínu sem vex hér á landi sem hráefni gerir það að verkum að
fótspor trefjaefnisins verður mjög lítið og Gerosion vinnur að umhverfisvænum lausnum fyrir jarðhita og orkuiðnað en Gerosion sérhæfir sig sérstaklega í hringrásarferlum og hringrásarlausn Gerosion sem Gerosion vann í samstarfi við Elkem nú nýtt í verksmiðjum Elkem víða heim. Ef þið viljið vita meira þessi frábæru fyrirtæki hér, þá endilega hafið samband við mig, ég get tengt ykkur, eða þá þið getið fundið þið á heimasíðu Tekniseturs undir sprotarsamfélagið. Þar erum við líka búin að setja inn lista yfir þau tæki og innviðir sem að við getum boðið upp á. Þannig endilega kynna ykkur það. Og sömuleiðis ef að þið eruð sproti eða eru með hugmynd og hafið áhuga á stunda áþreifanlega nýsköpun, þá endilega kynnið ykkur starfsemi okkar og hvernig við getum mögulega komið til samstarfs við ykkur og ekki hika við að vera sambandi við mig ef einhverjar spurningar vakna. Túsund takkir. Yes, takk fyrir mig. Mér langar að spyrja þig aðeins áður en ég sleppi þér. Sko, nú ert þú í þessari hringiðju þarna í Tæknisetri með allan hennar fjölda og gafst okkur innsýn í græna hlutan. Og bara helmingin af fyrirtækjunum, þetta ótrúlega flott samfélag nefnilega. Sko, við í græna planinu okkar, að þá erum við með þessar 3 spegla getum við sagt, þar sem við erum að varpa út og það annars vegar þá samfélagslegi þættir, það eru fjárhagslegi þættir og svo loftslagsþættir og við erum kannski búin að fá að sjá hjá þér svona grænu þættina. Ef þú tekur hin öll fyrirtækin, eru þau, getur þú svona gefið okkur smá innsýn inn í hvaða geirum eru þau samfélagsleg, eru þau pjúra business eða hvað? Sko, við náttúrulega erum Tæknisetur, þannig að fyrirtækin sem eru á setrinu hjá okkur stundatækni þróun að langmestu leyti. Og það sem við erum að sjá er algjörlega svona meginstraumarnir þessi græni vinkill. Það bara nánast, eins og ég segi, það helmingur og það alveg hægt að toga inn fleiri vinkla hjá öðrum fyrirtækjum sem eru líka grænir. En ég fekk bara 5 mínútur, nei. Og svo það sjálfvirknivæðingin, því að það mikil undiralda þar og hentar auðvitað samfélagi eins og hér á Íslandi þar sem við erum með dýrt vinnuafl, þeim meira sem við getum sjálfvirknivætt í ferlum, þeim líklegra að slík starfsemi henti á landi eins og við viljum vera. Og svo það heilbrigðistækni sem líka mjög bara búið að vera auðvitað lengi, við búið að vera lengi sterk í og höldum áfram að sækja fram þar. Kæra þakkir. Gangi ykkur vel og góða kveðjur í Tæknisetrið. Takk fyrir. Takk fyrir. Þá ætlum við að skella okkur aðeins í annan gír og fá hann til okkar Jón Ágúst hér. Þú voru kannski að segja okkur hvaðan þú kemur, við erum öll búin að vera mjög opin með það, sko. Nei, þú segir okkur bara sjálfur, sko. En Jón Ágúst mun fjalla stöðu Íslands í loftslagsmálum og nauðsynlegar fjárfestingar til að ná kolefnishlutleysi 2040. En Jón Ágúst einn af stofnendum Klappa grænna lausna og forstjóri félagsins. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég nú að Þingeyjarsýslunni. Já, sko. Á Halldórstöðum í Laxárdal og ólst þar upp. Og bý í Árbæ. En ég ætla að tala græna fjárfestingar. Það eitthvað inn á skjánum. Ok. Við erum fyrirtæki sem kannski hefur ekkert borið mjög mikið á en við erum sem sagt fyrirtæki sem búið að vera í starf eða unnið að samfélags- og umhverfismálum frá 2013. Við erum að vinna með fjölda fyrirtækja á Íslandi og sveitarfélögum í að samþætta upplýsingagjöf varðandi ÖFS þætti. Og við leggjum mikla áherslu á bara samfélagsmálin og við erum að eyða miklum kröftum í mörg samfélagsmál, miðlun þekkingar. Við erum núna að fara í stórt verkefni með Reykjavíkurborg til þess að vinna gegn loftslagskvíða og Sorpa og Faxaflóahafnir og Órigói með okkur þar.
og við erum að vinna mikið af fræðslu og sendum út pósta, reynum að halda því mánaðarlega þar sem við erum að segja svona helstu þætti umhverfismála og hvernig þau eru að þróast. Við erum mjög, það sem við verðum að gera á Íslandi hefur sýnt sig að vera eftirsótt erlendis og við erum búin að setja upp dótturfélag í Danmörku og erum að fá mjög stór dönsk fyrirtæki í viðskipti. Þannig að við erum að tengja saman íslensk fyrirtæki og dönsk fyrirtæki og við erum að fara inn í Norðurlöndin og svo þaðan inn í Evrópu. Við erum búin að með gögnum og það sem við erum að segja að grunnur umhverfismála tækni. Það verður aldrei hægt að gera neitt í umhverfismálum nema að vita hvað við erum að gera og mæla okkur og gera raunhæfar áætlanir sem við getum sýnt fram á að við erum að ná árangri í. Við erum með 5.700 notendur á kerfunum okkar þannig að við erum orðið gríðarlega stórt fyrirtæki í sambandi við alla gagnavinnslu úr íslensku hagkerfi. Við vinnum algjörlega á því prinsippi að rífa fólk út úr sílónu sínum, rífa fyrirtækin út og segja verð ekki að hugsa þig eitt og sér, hugsaðu samfélagið sem heild, nota þessa tækni sem við erum búin að þróa og þá getur við miðlað með öðrum og við þá vinnum á heimsmarkmiði 17, samvinnum markmiðin. Og við erum að reyna að flytja og það eru mjög fá fyrirtæki eftir á Íslandi sem að vinna í Excel og það eru mjög fá fyrirtæki á Íslandi sem eru orðin eftir að vinna bara með sín eigin mál. Þannig að við erum búin að flytja gríðarlega fjölda hérna upp og mörg sveitafélög líka. Og núna erum að vinna laust fyrir fjármálageirann, þar sem við erum að tengja fjármálageirann inn í þetta umhverfi. Við erum með mjög öfluga tæknilausn sem allir þessar aðilar að nota og við erum að safna úr öllu samfélaginu umhverfisupplýsingum, samfélagsupplýsingum, stjórnarháttum og svo framvegis og við erum að draga fram ýmsa þætti eins og byrgjamat, fjárfesting og lánamöt í gegnum PICAF, skýrslugerð og UFS-tól og tenging milli hafna og skipa og svo framvegis og framvegis. Þannig að við erum eiginlega inni í öllu samfélaginu þó að fáir taki eftir okkur svona út á við. Eins og ég sagði áðan, við tengjum saman allt samfélagið og fleitum gögnum fram og tilbaka, þannig að það engin einn. Við fáum stuðning hvert frá öðru og við erum tengd og hver eining hún eins og eitt fyrirtæki, hún eins og eitt sveitafélag og við flæðum gögnunum hérna á milli og með sumum aðilum þá erum við að flæða gögnunum allt upp í Sameinuðu þjóðanna. Og það eru til dæmis skipafélögin sem þurfa að fleita gögnum upp til Sameinuðu þjóðanna varðandi olíunotkun og mengun og sjó. Þar erum við að vinna með stórum japanskum útgerðum, útgerðum frá Tyrklandi, Bandaríkjunum, Bretlandi og svo framvegis. Þannig að við erum ekki bara á Íslandi, við erum allan heim. En hver staða Íslands í loftslagsmálum og græna fjárfestingar? Við erum með Parísarsamning og sem við hefum rætt áður og hann þannig að við skrifum undir 2016 og 2020 þá eru ákveðin skref í þessu sem þið sjáu hér 2020 þá svona leggja löndin fram sínar áætlanir, hvernig þau ætla að ná markmiðum sínum, síðan líða árin 25 gera þau það aftur, 2030 gera þau það aftur. Ísland ætlar að vera búin að draga úr losunum 55% 2030. Þannig að það alveg gríðarlega stórt verkefni sem framundan og síðan 2050 þá ætlum við að vera kolefnishlutlaus en Ísland hefur sett sér það markmið að vera kolefnishlutlaus 2040. En þetta eru markmiðin og þess vegna tíminn alveg ótrúlega stuttur. Við höfum 8 ár og við höfum 3 ár í 2025. Og það sem gerðist í Glasgow að við vorum okkur var ítt tilbaka, við vorum með lélega markmiðasetningu og við höfum ekki náð neinum árangur í loftslagsmáli. Af hverju þessi streita svona mikil? Jú, við höfum að nálgast 450 ppm í loftinu af CO2. Við erum komin í 419, 7. júní og við erum að nálgast fyrsta þakið sem 1,5 gráða og við erum að brjóta það og það allar líkur á að við förum að nálgast 2 gráðurnar.
Það mun þýða gríðarlegar hörmungar fyrir mannkynið og vistkerfið allt og við erum að vinna í því að undirbúa börnin okkar, undirbúa framtíðina fyrir alveg gríðarlega breytingar á allri náttúru og veðurfæri, bæði hérna á Íslandi og eyðileggingu. Og við erum farin að sjá það nú þegar og að þetta er að gerast þó við séum ekki komin hérna upp. Hvar erum við á Íslandi? Losun á Íslandi er hérna 14 milljónir tonna eða 15 milljónir tonna og ef maður tekur allt með losun frá landi, losun frá flugi og siglingum og losun frá almennri starfsemi þá erum við 15 milljónir tonna, 16 milljónir tonna losun. Og við verðum að fara að horfast í augu við það. Við erum nefnilega ekki ennþá farin að skilja þessar stærðir og við erum ekki farin að skilja hvað kemur til með að kosta Íslands samfélag. Við erum að auka losunina fram til 2015, frá 1990. Þannig að hér erum við stödd 2015. Það sem við höfum sagt, við erum búin að skuldbinda okkur til þess að draga úr losunum 55%. Gagnvart þeim hluta sem er losun vegna atvinnustarfsemi, losun vegna úrgangs og svo framvegis. Það eru 4,7 milljónir tonna, en 1990 var það 3,5 milljónir tonna. Þannig að 55% samdráttur í losun þýðir 70-75% samdrátt. Síðan er stóra verkefni sem við höfum lofað líka er kolefnishlutleysi. Og það er 9 milljón tonna losun frá landi. Og hugsið ykkur það á 10 árum, börnin okkar sem 10 í dag, þegar þau farin inn í háskóla 20 ára gömul, þá er orðið 9-10 miljón tonna losun frá landi. Bara á 10 ára. Og 90 miljón tonn er risastærð. Þannig að við höfum þessa skuldbindingu fyrst hérna að draga úr 55%, þýðir í raun 75%, 70-75%. Síðan höfum við kolefnishlutleysi. Það eru allir að tala um kolefnishlutleysi. En við erum ekki að taka það til okkar hvað það þýðir. Og það er það sem ég ætla að fara í gegnum hérna í þessum fyrirlestri, er raunverulega hvað þetta þýðir. Endurheimt landgæði, það er þessi 9 miljón tonn. Þessi listi hér er annars vegar verkefni sem við þurfum að fara í, sem er á lárétta ásna hérna uppi, og hins vegar forsendurnar sem er hérna til vinstri. Forsendunar eru það að lagaumgjörðin verði sett í lag. Það er einhver stjórnmálamenn farnir að tala um lagaumgjörðin í dag í kringum umhverfismál. Ekki svo ég hafi fengið nokkra tilfinningum fyrir því að menn sé að átta sig á því að lagaumgjörðin verður að breytast. Tæknin. Og það er alveg dásamlegt að heyra um öll þessi frábæru fyrirtæki sem er að verða til. Af hverju eru þau að verða til? Vegna þessa stuðningsumhverfi ríkisins, það er að segja skattafrádrátturinn, hann er orðinn það öflugur að hann er fann að gefa innspýtingu raunverulega inn í nýsköpun á Íslandi. Og það verður að halda áfram. Ríkisstjórnin í dag er að draga lappirnar með það að halda áfram 35% frádrættina. Hún er komin í 20% og það verður að koma aftur upp í 35% til að halda þessum frábæru fyrirtækjum gangandi. Því að þau eru grunnurinn að því að við náum árangri í umhverfismál. Síðan er það fjármögnun og það er alveg dásamlegt að heyra það að lífeyrissjóðirnir eru búin að koma með útspil að þeir ætla að setja 500 milljarðar rúmlega eða 600 milljarðar í græna fjárfestingar. Þegar þetta var gert, þá var hugsunin svo að þessar grænu fjárfestingar eru líka erlendis. En það sem við erum að segja, við þurfum 500 milljarðar inn í íslensk fjárfestingaverkefni á næstu 10 ára. Og þegar ég heyri tölurnar strax, þá er ég svona orðin efins að það sé nægjanlegt. Þetta eru miklu stærri tölur. Og við verðum, ríkið getur aldrei og sveitafélögin getur aldrei fjármagnað þetta. Þetta verður að koma frá einkaaðilum, þetta verður að koma frá lífeyrissjóðunum. En af hverju getur þetta komið þaðan? Vegna þess að við verðum að gera þessi verkefni arðbær. Og það er ekkert arðbærara inn í framtíðina heldur en græn fjárfesting. Það mun verða að kalla eftir grænum lausnum, það mun verða að kalla eftir grænum kolefniskvótum, það mun verða að kalla eftir öllu þessu. Á ásna hérna uppi eru stærstu verkefni Íslendinga.
það endurheimt landgæða, það að draga úr losun 9 milljón tonna. Sú fjárfesting bara 50 til 80 miljardar sem verða að fara í skógrækt, landgræðslu, endurheimt votlendis. Þar getum við gert það arðbært því að þar getum við búið til kolefniseiningar sem eru seljanlegar á erlendis. Arðsemin í svona verkefni er 13%. Þetta er langtíma fjárfesting, en þetta er mikilvæg fjárfesting til að loka fyrir losun landsins. Orkuskiptin. Þar er metanólið alveg gríðarlega mikilvægt fyrir skipin, metanið fyrir bílana og svo framvegis, og við verðum að fara að sinna því að mjög miklu hörku, og þar er borgarlínun og svo framvegis að fara inn í því að verkefni. Síðan er það aðra fjárfestingar sem eru varðandi aðlögun, og við höfum heyrt mikið það. Það sem við verðum að gera, og klappir eru blandaðir inn í alla þessa lóðréttu ása. Og við erum með tæknina fyrir skipin, við erum með tæknina fyrir hafnirnar, við erum með tæknina fyrir samþættingu vistkerfisins, og við erum með tæknina fyrir landbæturnar. En þetta er það sem við verðum að gera, og þetta er það sem verkefni sem býða okkar, en laga umgjörðin verður að fara að koma. En bara að því ég að stela tíma, ég ætla að segja ykkur það að þetta er rosalega mikilvægt að hafa þetta í huga. Markaðsverð á kolefniseiningum er sett þarna í ásinn og sýnir að 2030 þegar við eigum að gera upp Parísarsamkomulagið, þá verður það lágmarki komið í 20.000 krónur. Það þýðir að Íslendingar þurfa að kaupa losunarheimildir vegna þess að við höfum ekkert gert. Það þýðir það að við þurfum að borga árlega, og uppsöfnum kaup á kolefnisheimildum geta orðið alltaf 250-60 miljardar. Af því við höfum ekki gert þetta. Ef að við gerum ekkert fyrir 2030 og eigum að vera kolefnishlutlaus fyrir 2040, og til að vera kolefnishlutlaus 2040 verðum að setja plönturnar í jörðina núna, og við verðum að vinna þessi verkefni. Þá erum við að tala 400-500 miljardar bara á einu ári. Við skulum gera okkur grein fyrir því. Og þetta er reikningur sem við erum að fara að senda á komandi kynslóðir. Þannig að það er eins gott að við hættum að búa til skýrslur, hættum að gera greiningar og förum að vinna. Kærar þakkir, og þetta var hressandi. Endir á þessum degi, hjá okkur allavega. Kærar þakkir, og það er nefnilega mjög mikilvægt að við fáum þessa brýningu. Og varðandi, það er mjög auðvelt að vera svona smá dreymandi í græna heiminum, en átt að segja kannski ekki alveg á því að við þurfum að spýta í lófana og drífa okkur að vinna. Mér langaði aðeins að spyrja þig einu, því að þú bæði brýnir okkur núna til góðra verka og að drífa okkur áfram, og við pólitíkusarnir tökum þetta til okkar með lagaumhverfið og berjum okkar fólki á þingi. Lofa því, tek það að mér, en mér langaði aðeins að því að þú í byrjun talaði svo flott hvernig þetta tengist allt saman. Og ég sá þarna verkefnalistanum þínum, því að þú ert búin að vera í makró, mér langar aðeins að fá að taka þig niður í mikró, því að ég veit þið eru í verkefni sem er ótrúlega flott og er að ala upp kynslóðurnar sem að verða 20 eftir 10 ár, og það er þetta Penguin verkefni sem þið eru í. Getur þú sagt okkur aðeins frá því? Já, það er rosalega skemmtilegt verkefni. Það er evrópskt verkefni, og við erum að vinna með Slóveníu og Norðmönnum og Reykjavíkurborg í þessu verkefni, og Reykjavíkurborg er leiðandi. Og þar erum við erum búin að vinna með Reykjavíkurborg að ná öllum upplýsingum umhverfismál inn í gagnagrunn, og við þekkjum nákvæmlega hvernig skólarnir eru að menga. Og við erum að taka þessa mengun og birta gagnvart börnunum með öðru viðmóti heldur en við erum með í kerfinu okkar í dag, og við erum að hanna það viðmót. Þannig að þetta verður svona hálfgert leikja viðmót. Og þá geta börnin, og við erum að flytja börnin inn í heim fullorðna. Við erum alls ekkert undirbúin að tala CO2, hvað er það? Hvað er mengun? Við þekkjum það ekki. Í raun vorum við alls ekki undirbúin undir þessa framtíð. En við núna með Reykjavíkurborg ætlum að undirbúa börnin okkar. Við færum þetta inn í starffræðina, við færum þetta inn í náttúrufræðina, við færum þetta inn í eðlisfræðina og svo framvegis. Þannig að börnin sjá hvernig þeirra skóli stendur sig, þau geta sett sér markmið eins og fyrirtækin gera,
það, ok, ég ætla að vera með góðan skóla, ok, nú förum við í að draga matarsóun og þá sjáðu það á mælaborði skólans. Við ætlum að draga heitavatnsnotkun, við ætlum að draga kaldavatnsnotkun og þá fara þau allt inn að læra það að umgangast náttúruna betur. Og svo afganginn, þá ætla þau að fara að rækta skóg og það það sem við höfum eftir að tala við borgina það að búa til svæði fyrir skólana þar sem skólarnir geta farið að byggja upp endurheimt landgæða. Og þá tengjast við plöntunar, það tengjast við lífríkið. Og þetta verkefni, þetta vekur athygli orðið núna Evrópu. Við fengum verðlaun fyrir þetta hjá Evrópusambandinu og þetta alveg gríð og Reykjavíkur, þetta verður fánaverkefni Reykjavíkurborgar. Kæra þakki fyrir það, en ég held að sé ótrúlega mikilvægt fyrir okkur líka að undirbúa okkur í rauninni undir það, við erum kannski ekkit endilega fólki sem kemur þessu alveg á laggirnar, heldur eru við kannski fólki sem setur mótorinn á stað, en það eru komandi kynslóðir sem muni gera það, þannig að við þurfum að græja það. Kæra þakki fyrir þetta. Takk fyrir. Gefum gott klap. Jæja félagar, þá komið að því að draga þennan fund saman og engin betri en til þess en hún Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi og oddviti Vinstri græna, hún formaður umhverfis- og heilbrigðisráðs Reykjavíkur og stjórnarformaður Sorpu, þannig að hún búin að vera með undanfarin misseri, þetta allt í fanginu. Ruslið og draslið og loftið og skóana og hvað sem Gjörðu svo vel, Líf. Já, takk fyrir að lofa því að enginn sé betri en ég að draga þetta saman. Nú fáum við að sjá hvort það reynist rétt. En ég vil þakka öllu fyrirlesurum sem komu hingað vegna þess að ég hef tekið ótal margt með mér og lært talsvert nýtt. Og það svo lifandi samfélag sem við búum í og það eru verkefni í gangi sem óraði ekki fyrir að gætu verið möguleg. Þannig að ekkert okkur í rauninni ómögulegt að gera og sérstaklega við tökum höndum saman og róum í sömu átt og þangað stefnum við, algjörlega. Svona það helsta sem að ég hef að segja þennan fund og það sem að ég velti í rauninni fyrir mér hvaða mælikvarðar voru til í fortíð sem að við erum að losa okkur við í framtíð og í samtímanum. Hér höfum við alltaf þurft að mæla allt eftir einhverju efnahagslegri velsæld, en við erum bara komin á allt annan stað. Hvað skiptir okkur máli? Loftslagsváin okkar stærsta viðfangsefni og við þurfum að ná tökum á henni. Og það ýmislegt að gera og það ekki bara þessi stóru stökk í lífinu og sérstaklega þá í okkar litla samfélagi eins og Gaia, eins og Borgarlínan, eins og Rafvæðing Hafna, heldur það allt þetta litla. Og ég hef stundum sagt að græna planið í rauninni bara græni hnykillinn af því að það eru þessi þræðir út allt sem að við reynum einhvern veginn að veiða saman í þetta verkefni sem samfélagið. Ég til dæmis, þegar við komum að loftslagsáætluninni að endurskoða hana, þá voru nýir þættir til dæmis settir inn. Og það bara í rauninni stutt síðan að við gerðum okkar loftslagsáætlun fyrir Reykjavíkurborg og við erum samt sífellt að endurskoða hana, vegna þess að það alltaf eitthvað nýtt að gerast. Nú til dæmis bara byggingaiðnaðurinn okkar stóra verkefni. Hvernig ætlum við að kolefnisjafna hann? Hvernig ætlum við að nýta það sem að við rífum niður í að byggja upp eitthvað nýtt? Og þetta í fanginu hjá okkur öllum. Eins og kom fram hér að ábyrgðin okkar allra en þar gegna stjórnvöld að mínu mati einu veigamesta hlutverkinu. Eins og Jón fór hérna yfir hjá Klöppum varðandi bara lagaumgjörðina sem við setjum. Reykjavíkurborg getur búið til svið, búið til rými fyrir eitthvað að fæðast og styrta. Stjórnmálamenn þurfa ekki alltaf að finna upp hjólið og ég svo ánægð með hana Kristínu Sofíu sem sagði að þið getur komið í grósku, þið þurfi ekki einu svona að hafa góða hugmynd og ég hugsaði bara, vá, ég get orðið svona frumkvöðl ef að mér tekst ekki að vinna kosningarnar í vor. Við erum vissulega kannski skammt á við komin en samt erum við á svo mikilli ferð. Þannig að ég ótrúlega bjartsýn og sérstaklega eftir að fá hérna líka nýtt að vita og þó ég svo að kafi í þessu alla daga. Það eru nokkur svona kannski lykil orð sem að ég ætla að reyna að hnýta þennan dag í. Annars vegar það samvinna og samstarf. Ég held okkur takist alltaf mikið betur upp ef við vinnum þetta saman.
og eins og hefur komið fram hér í fyrirlestrunum þá þurfum að hætta þessum sílóum. Það eru þessi þræðir sem við þurfum einhvern veginn að fanga og hnýta saman og það eru þessi ólíku þræðir. Þannig að vinna með fyrirtækjum, félögum, grasrótarsamtökum, þá náum við besta árangri að mínum mati. Það líka það, eins og ég sagði áðan, að þá ekkert ómögulegt. Þó að kannski einhverjum svona greiningafyrirtækjum tekst að segja að það bara ómögulegt fyrir þetta að spá, að þá ætla ég að vitna í áhrifavald sem að sagði vestrænn áhrifavaldur Donald Rumsfeld. Hann sagði, there are known knowns, there are things we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know that there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns, the ones we don't know. Þetta virðist vera einhver orðasúpa, en þetta alveg satt og það náttúrulega þetta síðasta sem áhættuþáttur, sérstaklega hjá okkur í stjórnvöldum, en við eigum ekki að láta það byrgja okkur sín. Við verðum að gera plön, við þurfum kannski að breyta plönum, en að minnsta kosti við verðum að hafa einhverja framtíðarsýn þannig að við séum öll að róa í sömu átt. Og þetta tek ég með mér í dag og þakka ykkur kærlega fyrir komuna.